Góðan daginn. Í dag haldinn 29. fundur sveitarstjórnar Múlaþings í fundarsal sveitarstjórnar að Lyngássi 12 Egilsstöðum. Í dag 9. nóvember 2022, klukkan 14 og ég segi fundinn settan. Fyrir fundinum í dag eru 26 liðir og við byrjum á lið nummer 1, fjárhagsáætlun Múlaþings 2023 til 2026. Fyrir fundinum liggur fjárhagsáætlun Múlaþings fyrir árið 2023 ásamt 3 ára áætlun áranna 2024 til 2026 sem vísa var frá byggðaráði til fyrri umræðu í sveitarstjórn. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn samþykkir að vísa fjárhagsáætlun 2023 ásamt 3 ára áætlun til síðari umræðu í byggðaráði og í sveitarstjórn. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir að álagningarhlutfall útsvars fyrir árið 2023 verði óbreytt eða 14,52%. Ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið. Björn Ingimarsson, sveitarstjóri, óskar eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel. Forseti og gott fundarfólk. Hér með lögð fram til fyrri umræðu tillaga fjárhagsáætlun Múlaþings fyrir árið 2023, auk 3 ára áætlunar fyrir árin 2024 til 2026 ásamt greinargerð. Er að ræða annars vegar A-hluta sveitarsjóðs og hins vegar samantekinn A- og B-hluta. Til lengri tíma litið horft til þess að hagarekstri sveitarfélagsins í samræmi við þann efnahag honum búinn en að standa jafnframt vörðum lögbundna þjónustu og þróa hann að samfélaginu til hagsbóta. Það hins vegar gert ráð fyrir því í fyrirliggjandi fjárhagsáætlun að árið 2023 muni verða erfitt rekstrarlega hvað A-hlutan varðar en að samstæða A- og B-hluta skili jákvæðri niðurstöðu. Árin 2024 til 2026 verða hins vegar jákvæð bæði fyrir A- og í samstöðu A- og B-hluta. Ég vil nota tækifærið áður en lengra haldið og þakka starfsmönnum sveitarfélagsins og fulltrúum í fagráðum sem að þessari vinnu hafa komið fyrir þeirra framlag. Lykilmarkmiðin 4 sem höfð eru hér að leiðarljósi eru jafnvægi á milli samanlagra tekna og gjalda A- og B-hluta á hverju 3 ára tímabili. Samkvæmt fyrirliggjandi áætlun eru umræddur jöfnuður árana 2021 til 2023 fyrir samstæðu jákvæður 401 milljón króna. Öðru lagi það framlegðir rekstrar samstæðu, það að segja niðurstöð fyrir afskriftir og fjármagnsliðir í A- og B-hluta, skal vera á bilinu 15 til 20%. Og samkvæmt fyrirliggjandi áætlun fyrir árið 2023 verður framleiðar hlutfall samstæðu 15,7%. Í þriðja lagi það að veltufé frá rekstri nemi ekki lægri fjárhæð en sem nemur afborgunum og vöxtum að langtímalánum. Samkvæmt fyrirliggjandi áætlun fyrir árið 2023 mun veltufé frá rekstri í samstæðu nema 1258 milljónir króna en afborganir skuldbindinga 1.063 milljónir króna. Í A-hluta mun veltufé frá rekstri nemum 594 milljónir króna en afborganir vegna skuldbindinga 794 milljónir á næsta ári. Og í fjórða lagi það skuldaviðmiðið samkvæmt og það þannig að skuldaviðmið samstæðu skal ekki fara yfir 150% af skilgreindum tekjum. Og samkvæmt fyrirliggjandi áætlun fyrir árið 2023 verður skuldaviðmið samstæðu 117% tæp 118% í árslok 2023 og undir þeim viðmiðum sem kröfur gerðar samkvæmt sveitarstjórnarlögum. Mikilvægt að framangreind viðmið verði höfð að leiðarljósi við rekstur og fjármálastjórnun Múlaþings. Þannig verður mögulegt að treysta fjárhag þess og gera það betur í stakk búið til að mæta þörfum íbúana til framtíðar. Helstu niðurstöður fjárhagsáætlunar 2023 til 2026 þessar. Gert ráð fyrir að skatttekjur á milli áranna 2022 til 2023 hækki 8% miðað við útkomuspá fyrir árið 2022, en í rauninu 14% miðað við fyrirliggjandi áætlun sem unnin var fyrir árið 2022. Og útsvarstekjur nemi tæpum 3,7 milljörðum árinu 2023. Miðað við útkomuspá launa í A-hluta fyrir árið 2022 gert ráð fyrir 6,9% hækkun á milli áranna 2022 til 2023 eða 300 milljónir króna en 7,5% í samstæðu.
Framlegð eða EBITDA í A-hluta er áætluð 654 milljónir króna eða 8,7% og 1.372 milljónir króna eða 15,7% í samstæðu svo kom fram áður. Rekstrarniðurstaða A-hluta er samkvæmt fyrirliggjandi áætlun fyrir árið 2023 neikvæð 182 milljónir króna en jákvæð í samstæðu 165 milljónir króna. Fjárfestingar í A-hluta er gert ráð fyrir að nemi 540 milljónir króna nettó en í samstæðu 1.896 milljónir króna. Á næstu 4 árum er gert ráð fyrir að heildarfjárfestingar í A-hluta nemi 2.180 milljónir króna nettó og í samstæðu 6.270 milljónir króna. Á næstu 4 árum er gert ráð fyrir að afborganir lána og leiguskuldbindinga í samstöðum nemi 4.080 milljónir króna í A-hluta 2.743 en að lántökur nemi 4.397 milljónir króna og í A-hluta 2.444 milljónir króna. Horft til þess að miðað við framangreinda rekstrar- og fjárfestingaráætlun verði Múlaþing í stakk búið til að mæta aukinni grunnþjónustu sem fjölgun íbúa og þróun þjónustu mun mögulega kalla á. Það er grundvallaratriði að rekstri sveitarfélagsins stýrt í samræmi við framsett markmið og þær áætlanir sem þau hafa getið af sér. Markmiðið til lengri tíma litið er að rekstur sveitarfélagsins verði traustur og með hliðsjón af fyrirliggjandi áætlunum eru horfur á því að svo muni verða. Innviðir samfélagsins innan Múlaþings eru sterkir og svo uppbygging þar hefur átt sér stað og að eiga sér stað til þess fallin að viðhalda og efla þjónustuna við íbúana. Þannig verður tryggt að Múlaþing verði áfram aðlaðandi búsetu kostur. Ég mun ekki fara hér nákvæmar en ég hef þegar gert yfir þær stærðir framkoma í framlagðri tillögu fjárhagsáætlun enda hún þegar aðgengileg kjörnum fulltrúum og verður það öðrum á heimasíðu sveitarfélagsins. En með vísa til framansags og fyrirliggjandi gagna fjárhagsáætlun Múlaþings fyrir árin 2023 til 2026 hér með lögð fram til fyrirhugaðar. Sveitarstjóri Björn Ingimarsson hefur lokið máli sínu. Forseti vill biðja annan forseta að taka við þar sem forseti hyggst taka til máls. Ég beð það sveitarstjórnarfulltrúa Jóni Brynjarsdóttir að taka til máls. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Forseti, góðir fundamenn. Í dag setjum við fram fjárhagsáætlun Múlaþings til fyrri umræðu hér í sveitarstjórn og það okkur mikið gleðiefni að sjá að jákvæð skref verið tekin í tillögunum. Bæði vert að benda á að stefnt á að álagningarhlutfall fasteignagjalda fer úr 0,5 niður í 0,75%. Áhrif af slíku mun minnka auknar álögur á íbúa sem fylgja hækkandi fasteignamati. Einnig ánægjuefni að í áætlunum hófleg hækkun gjalda eða 3,5%. Það undir verðbólgu og við því að koma til móts við þá sem njóta þjónustunnar. Fjárhagsáætlunin ber þess merki að jafnvægi sé í rekstri sveitarfélagsins og tel ég að áætlunin beri merki ábyrgð í rekstri líka. Og ég vil líka nota tækifæri að hrósa bæði sveitarstjóra, fjármálastjóra og sviðsstjórum fyrir mjög góða og greinagerða og mikla vinnu á bak við fjárhagsáætlun og það kannski vert að taka það fram að starf sem unnið hér í fjárhagsáætlunum öðrum sveitarfélögum bæði til fyrirmyndar og við höfum fengið hrós frá stjórnarmönnum Lánasjóðs Sambands íslenskra sveitarfélaga. Við að leggja í stórsókn í framkvæmdum bæði í A- og B-hluta og hefur því verið lagt á stað með vinnu við 10 ára framkvæmdaáætlun fyrir sveitarfélagið við framkvæmdir í A-hluta. Það okkur mikilvægt að slík áætlun sé lifandi, byggja á raunþörfum umfram pólitík og var í því skyni upphafleg tillaga lögð fram í umhverfis- og framkvæmdaráði sem síðar var send til byggðarráðs, heimastjórna og fjölskylduráðs og svo í framhaldi setti umhverfis- og framkvæmdaráðs sínar áherslur. Þegar allar nefndir og ráð hafa lokið umfjöllun sinni tillöguna og koma með áherslur sínar verður það verkefni umhverfis- og framkvæmdaráðs að taka þær áherslur saman og vinna áfram með áætlunina. Slík áætlun hugsuð til að vera ráðgefandi inn í fjárhagsáætlun sveitarfélagsins og því mikilvægt að endurskoðun þeirri áætlun fari fram í upphafi vinnu við fjárhagsáætlun hvers árs.
Á fjárfestingaráætlun næsta árs að finna nýtt yfirlag á gervigrasi í Fellabæ, gamla ríki á Seyðisfirði, endurbætur á húsnæðum við Brúarás, flutningur húsa á Seyðisfirði, endurbætur á Fjarðaborg og fleiri smærri verkefni. Áætlað að á næsta fundi umhverfis- og framkvæmdaráðs verði síðan farið af stað með skipun í undirbúningsnefnd vegna byggingu nýs grunnskóla á Seyðisfirði sem og skipun í byggingarnefnd safnahússins á Egilsstöðum. Framkvæmdir í B-hluta eru einnig metnaðarfullar og enda áætlað að hefja framkvæmdir við nýtt fráveitukerfi á Djúpavogi á næsta ári, auk þess sem vinnur að loka áfanga rannsókna á áður boruðum rannsóknarholum á Búlandsnesi. Útlitið gott þar en loka niðurstöðu má vænta á næstu vikum. Ef að jákvæðar niðurstöður koma þá stefnt að borun tilraunavinnsluholum næsta ári. Unnið að metnaðarfullum tillögum stækkun hafnan á Seyðisfirði og í Gleðivík á Djúpavogi. Stemt einnig á að byggt verði hreinsivirki við Melshorn á Egilsstöðum. Það mikilvægt að við byggjum upp grunninnviði okkar sveitarfélags og því gott að hafa í huga að við erum ekki innbyrðis samkeppni, heldur með það að kepli að stilla upp framkvæmdum í sveitarfélaginu út frá þörfum, getu til framkvæmda og metnaði til framtíðar. Takk. Forseta sveitarstjórnar að taka aftur við stjórn fundar. Mælendaskrá opin undir þessum lið. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti og annar dók. Fjárhagsáætlunin á heildina litið bara mjög gott og fallegt plagg, nokkuð jákvæðar blikur á lofti fyrir Múlaþing. Það hins vegar eitt pínulítið smáatriði sem að fer alveg afskaplega í taugarnar á mér. Það eru fasteignagjöldin og fyrir tillögur að lækka hlutfall þeirra. Það svo að í þessari fjárhagsáætlun þá eru boðaðar margar verðhækkanir þó þær séu yfirleitt nokkuð hóflegar. Þannig leikskólagjöld, skólamáltíðir og frístundahækkun 3,5% og svo til allar gjaldskrár á fjölskyldusviði. Það óbreytt álagningarhlutfall á holræsagjöldum sem að fara að hækka í sama hlutfalli og fasteignagjöld, 3,5% hækkun á vatnsgjaldi, 10% hækkun á tengigjöldum, fráveitu og rotþróagjöldum, lóðaleiga óbreytt, en lóðamat hækkar 8,21% milli ára, 9,9% hækkun gjaldskrár sorpgjalds. Það vegna finnst mér mjög skrítið í ljósi allra þeirra hækkana, þetta var bara brot sem ég fann í fljótheitum, að akkúrat gjöldin sem að lækka séu partur af þeim tekjustofum sveitarfélagsins sem að valda því að framlög úr jöfnunarsjóði minnka. Við erum að hækka ótal gjöld, við ættum að geta komið til móts við íbúa Múlaþings og þá kannski sérstaklega þá sem verða fyrir þessu hækkun á fasteignaverði með því að hækka ekki önnur gjöld sem að hafa þá ekki áhrif á framlög jöfnunarsjóðs. En gott og vel, við höfum þessar þrjár megin tekjustöður, það útsvar fasteignaskattur og framlög jöfnunarsjóðs og auki koma þau gjöld sem sveitarfélag okkar fyrir. A-hluti sveitarfélagsins rekinn með 182 milljóna króna halla. Gott og vel, og þá ætlum við að fara að lækka álögur á álagshlutfall fasteignagjalda og 0,5 niður í 0,475 og mismæli í forseta áðan í pontu þegar hún sagði niður í 0,75 en hún meinti nú 0,475. En þetta þýðir að þeir sem að eiga í Múlaþingi, þeir fá 19,7 milljónir krónur í afslátt, ef við legum okkur að kalla það. Og það besta mál vegna þess að fasteignagjöld að hækka umtalsvert. Það fer ekkert í taugarnar á mér að við séum að reyna að koma til móts við þann hóp. Það sem fer hins vegar í taugarnar á mér
að við verðum fyrir vikið af 11,3 milljón króna framlagi úr jöfnunarsjóði. Þannig að 20 milljón króna afslátturinn kostar 31 milljón. Þannig að með bara pínulitli dassi af útúrsnúningi má segja að allir íbúar Múlaþings sé að taka þátt í að greiða til þeirra sem eiga. En gott og vel. Þetta fyrir taugarnar með nokkuð mörgum ástæðum. Aðalega helsta ástæðan er svo að mér finnst þetta ekki vel farið með fé. En svo fyrir þetta líka í taugarnar á mér vegna þess að þegar fasteignagjöld hækka, þá er það svo að enginn ætti að gleðjast meiri við því en þeir sem eiga fasteignir. Þá er ævisparnaðurinn sem hefur verið eitt í steinsteypu að halda verðgildi sínu og þessar mundir langt umfram verðbólgu sem þó er umtalsverð. Þannig að þegar eiginfjárstaða fasteignaeigenda er að batna, þá lækkuðu fasteignaskattana. Gott og vel. En hvað þýðir þessi skattafsláttur? Fasteignagjöld fara að hækka verulega og það er sjokk í vændum fyrir greiðendur þeirra gjalda. Þessi afsláttur þýðir svona sirka að meðaltali tæpar 1000 krónur í afslátt á mánuði til handa þeirra sem greiða fasteignagjöld. Þannig að sjokki kemur hvort sem af þessu verður eða ekki. Og nota bene samkvæmt skýrslu Byggðastofnunar þar sem við erum að bera saman fasteignagjöld yfir landið frá 2021 þá eru meðal fasteignagjöld fyrir landið allt 344.000 tæp, á Austurlandi 333.000, þannig að við erum undir landsmeðaltálinu. En gott og vel, ég er ekkert búinn sko, ég er að leita hérna réttu skjali. Já, afsakið þetta. Ég óskaði eftir gögnum í gær að fá grunninn að fasteignagjöldunum 2023. Það er samt bara yfirlit yfir greiðslu fasteignagjalda og fékk þau í gær og er búin að grúska aðeins í þeim. Og hér erum við að ræða að lækka álagshlutfallið á flokk A í fasteignagjöldunum. Það eru samkvæmt lögum Tekjustofnunar sveitarfélaga íbúðir, íbúðarhús ásamt lóðarréttindum, erfðafestulönd í dreifbýli og jarðeignir, útihús og mannvirki á búverðum sem tengd eru landbúnaði, öll hlunnindi og sumarbústaðir ásamt lóðarréttindum. Í þessum flokki voru samtals 5.570 færslur í grunninum. Þar af eru 2.054 sem eru útihús og greipahús. Við erum ekki að grípa til þessari ráðstöfunar af því að fasteignamat á þeim sé að hækka, geri ég ráð fyrir. Heldur eru það næstu 3 flokkar sem ég hef skoðað sérstaklega sem eru einbýli, raðhús og parhús og fjölbýli. En til viðbótar eru flokkarnir bílskúrar, sumarbústaðir, verslun, skrifstofur, iðnaður, vörugeymsla og sérhæðabyggingar og svo óskilgreint sem eru ræktarlönd og jarðir. Og þegar ég er búin að kroppa þessa 3 flokka sem ég sagði frá hérna áðan, einbýli, raðhús, parhús, fjölbýli, þá standa eftir 2223 færslur eða greiðendur fasteignagjalda. 417 þeirra í eigu fyrirtækja og þá er það ýmist, fyrirtæki eða stofnana, það er þá ýmist leigufélög sem eru að leigja út íbúðir eða bændur sem eru með sín bíli á kennitölu eða íbúðarhúsnæði í eigu sveitarfélags eða opinberra stofnana. Þau eru 417 talsins, þannig að eftir standa í fasteignagjöld sem eru greidd af einstaklingum 1806 talsins. Og það er svo af öllum fasteignaeigendum í Múlaþingi fasteignagjalda-greiðendum skulum við kalla það, en kannski munum kalla það óvart fasteignaeigendum hérna eftir. Þá eru 3,2% undir 30, 14,5% eru undir 40, minn en þriðji hver fasteignaeigandi í Múlaþingi er undir 50 eða 30,6%. Fasteignaeigendur sem eru 67 ára og eldri og eiga nú þegar rétt á afslætti hjá Múlaþingi standast þeir tekjuviðmið.
eru 34,1%. Þannig að meira en þriðji hver fasteignaeigandi á rétt á afslætti þurfi að ná þeim að halda nú þegar. En svo ég ósammála þessu líka vegna þess að, og þar kannski komin í einhverja vinstri-hægri pólitík. Hingað til finnst mér ég ekkert vera búin að tala einhverja vinstri-hægri pólitík. En það að mér finnst að vera skylda kjörinna fulltrúa vegna þess að ég held að við séum sammála það að það sé dýrar að vera ungur en að vera gamall. Og þess vegna finnst mér að skylda mín í pólitík að reyna að gera ungu fólki eins auðvelt fyrir að vera til og geta rekið fjölskyldur í Múlaþingi. Þess vegna grænst mér svo rosalega að úr því að meti svo að A-hlutin þoli að verða 31 milljónir tekjur að við notum þær ekki betur. Þannig að nú ég búin að benda á vandann, en ég með einhverja lausnir. Ég veit það kannski ekki alveg, en það sem mér langar að velta upp og hef ekki haft tíma alveg til þess að skoða niður í kjölinn, þá velti ég fyrir mig, getum við lækkað lóðarleigugjöld? Þurfum við að hækka sorphirðugjöld um 9,9% og hefur það áhrif á jöfnunarsjóð? Að lækka mögulega álagningarhlutfall þjóðlagshúsgjalds? Væri hægt að sleppa því að hækka vatnsgjald? Er hægt að hækka afslátt til handa eldri borgara og öryrkja fasteignagjöldum eða rýmka tekjuviðmiðin? Ég kann ekki svörin við þessu öllu, en þetta það sem mér finnst, vegna þess að mér finnst að þegar við erum að tala um 31 milljón, þá finnst mér að nota alla 31 milljónina til þess að lækka gjöld á íbúa Múlaþings, vegna þess að íbúa Múlaþings alveg sama hvað gjöldin heita. Og það mætti þá alveg setja 20 milljónir í að reyna með einhverjum hætti að lækka gjöldin hjá þeim sem að hækkun fasteignamats bitnar mest á. En þá eru 11 milljónir umfram sem við verðum á með jöfnunarsjóðin. Og þau mætti þá kannski nota til þess, fyrir 11 milljónir, þá mætti til dæmis hækka tómstundastyrk 50%. Þá þetta að lækka leikskólagjöld tæp 15%. Í þessari umræðu hefur oft verið bent á okkar ágætu nágranna í Fjarðabyggð af því að þar álagningarhlutfall fasteignagjalda samkvæmt þeirra heimasíðu 0,48%. Og stundum finnst mér eins og rökin fyrir því við eigum að gera þetta sé að því að þau séu með þetta lág þar. En þau eru líka með fría skólamáltíðir, systkinaáttalega leikskóla 50%. Leikskólar 14% lægri, þannig að þetta fer kannski stundum eftir hvaða sjónarhorn maður tekur velur að horfa á. En að lokum vil ég segja, í öllum þessum hækkunum og gjaldskrám sem fyrirhuguð eru í þessari fjárhagsáætlun, gengur það ekki upp á ætlum einmitt að lækka þann tekjustofn sem lækka framlög okkar í jöfnunarsjóði. Og það er óþolandi að fjárhagsáætlun sveitarfélagsins með veltu upp á ríflega 8,7 milljarða 2023 að út af gæsalappa skitnum 11 milljónum sem gert það að geta ekki tekið undir hana heilsugar. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson hefur lokið máli sínu. Mælendaskrá enn opin ef einhver vill taka til máls undir þessum lið. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórisdóttir biður orðið að gera svo vel. Já, forseti ágæti fundamenn. Mig langar að þakka starfsfólki sveitarfélagsins fyrir sína vinnu við fjárhagsáætlunargerðina undanfarið. Ég er að mestu leyti sátt við hana, það þó nokkur atriði sem mig langar að fara sér yfir. Þar ber helst að nefna björgunarmiðstöð á Djúpavogi. Þar áætlaði fjármunir í hana 2026 sem ég hefði viljað sjá tímasetta fyrr. Einnig eru setti fjármunir í grunnskólan á Seyðisfirði, 20 milljónir á næsta ári, ekkert árið 2024 og svo 250 milljónir 2025, 340 milljónir 2026 og síðan 210 milljónir lokin. Og ég hefði viljað sjá okkur nýta tíman betur þarna og kannski kalla eftir skýringum á því af hverju við ætlum ekki að nýta 2024.
Svo langar mér svona kannski bara að árétta það sem kom frá heimastjórn á Seyðisfirði. Það sem að myndir á þessa brýnu þörf fyrir nýtt skólahúsnæði á Seyðisfirði sem að hefur verið aðkallandi áralangt bil. Núverandi skólabygging frá árinu 1907 og samræmist engan veginn nútíma kröfum skólahúsnæði. Og já, ég hefði viljað að milli umræðina þá myndum við svona endurskoða þessi mál og kannski hnika til þessu ári 2024 eins og ég nefndi hér áður. Því það alveg ljóst að uppsafnaða viðhaldsþörfin langmest á Seyðisfirði og Djúpavogi. Það lá ljóst fyrir í aðdraganda sameiningar þegar við fórum yfir bæði skuldastöðu og síðan uppsafnaða viðhaldsþörf. Og ég hefði viljað þessi 2 verkefni, Björgunarmiðstöð Djúpavogi, grunnskóla á Seyðisfirði, það yrði endurskoðað. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórsdóttir hefur lokið máli sínu. Ásrún Mjöll Stefánsdóttir hefur beðið um orðið. Sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Frú forseti og annað ágætt fundarfólk. Ég verð að taka undir með sveitarstjórnarfulltrúa Eyþóri þrátt fyrir að hafa í fyrri umræðum tekist ögn á við hann vegna þessa. Ef við getum með einhverju móti mætt þessum gjaldhækkunum á fasteignagjöldum og til viðbótar svo lækkað önnur gjöld eins og Eyþór nefnir og sleppt því að verða af þessu framlagi úr jöfnunarsjóð, þá fagna ég því og styð þá vinnu heils hugar. Og auk þess svo sem vert að benda á að fasteignagjöldin segja þetta ekki alla söguna hvort sem maður ber það saman við nágranna sveitafélag nú eða á landsvísu. En það eru gjöld vegna þessara fasteigna margvísleg. Takk. Svo með Stefánsdóttir hefur lokið máli sínu. Sveitarstjórnarfulltrúi. Orðið laust undir þessum lið. Forseti vill biðja annan forsetamann taka til máls þegar forseti hyggst taka til máls. Að taka við stjórn fundarins fyrir. Býð þá sveitarstjórnarfulltrúa Jóníu Brynjólfsdóttir að taka til máls. Takk fyrir, frú forseti. Mér langaði aðeins að fara yfir það sem að sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórsdóttir kom hérna aðeins inn á og einnig kannski það sem að Eyþór Stefánsson hefur komið inn á. Ég held að það sem varhugavert við þurfum að hugsa það kannski aðeins nánar ef við ætlum að fara að taka okkur í gegn hvað var þjónustugjöldin. Ég tel að það þurfi svona gagngera endurskoðun á því hvernig við höfum verið að vinna með okkar þjónustugjöld og ekki það hugmyndir sveitarstjórnarfulltrúa Eyþór Stefánssonar séu eitthvað slæmar, þar það alls ekki. Þessi tillaga sem að lögð hér fram, hún byggir á því að minnka álögur á sem flesta. Ná breiðari grunni og minnka einmitt þetta högg. Það auðvitað draumastaðan að geta svo jafnvel kannski lækka fasteignagjöldin ennþá meiri hægum skrefum þegar fram vindur og ég held að það sé kannski ekkert rosalega góð stefnu á sveitarfélagi að reyna að reka með því keppi að missa ekki milljón úr jöfnunarsjóði. Ég held að það sé nú kannski svona ekki alveg eitthvað markmið. Ég tel að það sé mikilvægt að við reynum að horfa til þess að minnka álögur á okkar íbúa. Og auðvitað erum við í samkeppni við Fjarðabyggð sama hvort að við erum það í orði og borði eða hvað, en við viljum náttúrulega að við séum alveg jafngóður staðar að búa á eins og nágrannasveitarfélögin okkar, en ég held að við getum alveg staðið í fæturna með það að við erum með hóflega hækkun á gjöldum áætlaða og það væri bara mikið kappsmál að ná að lenda gjöldunum þannig að þau séu hóflega stilt. Og þá líka bara gott að horfa til þess að minnka aðeins álögur á fasteignaeigendur. Við vitum að það líka bara fasteignaeigendur sem sitja fastir í þeim húsnæðum sem þeir eru í jafnvel vegna þess hvernig fasteignamarkaðurinn hér og líka bara vegna skorts á húsnæði, þannig að bæði til kaups og leigu. Þannig ég held að það sé svona, það eru nokkru vinklar í þessu, þetta svo tillaga sem við teljum henta best miðað við núverandi aðstæður. Það náttúrulega, við erum enga stund að finna einhvern stað fyrir 20 milljónir inn í okkar fjárhagsáætlun, við getum farið með það víðsvegar. Varðandi framkvæmdirnar, eins og sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórsdóttir kom inn á. Þessi 10 ára áætlun, hún var send til umfjöllunar víðsvegar, einmitt til að fá þetta fram. Hvað það sem að mest liggur á? Við vitum að það er ekkit rosalega skemmtileg vinna að þurfa að forgangsraða þegar að innviða uppbyggingin eins mikil og raun ber vitni. Auðvitað það bara draumastað að geta byggt sem flest á sem stystum tíma.
Ég vil samt benda á að við höfum auðvitað líka lent í því að vera með metnaðarfulla framkvæmd eins og leikskólinn í Fellabæ var. Okkur tókst ekki að halda tímaáætlun með það. Þannig að við þurfum kannski aðeins að horfa í það að til dæmis framkvæmdir hitaveitunar sem áætlaðar voru í ár, þær gengu ekki eftir. Við erum með skort á iðnaðarmönnum á markaði, það eru ýmsar áskoranir sem við glímum hér við og auðvitað sama tíma og við erum með metnaðarfullar innviða uppbyggingar áforma þá náttúrulega má veltaði fyrir sér á sama tíma að væru þessi verktakar kannski að byggja hús. Erum við þá í samkeppni við íbúa okkar sem myndi vilja byggja sér hús. Það eru bara margir vinklar á bak við þetta. Við viljum gjarnan byggja upp grunnskólann á Seyðisfirði sem fyrst. Ég vil gjarnan að við höfum það samt í huga. Þar er unnið mjög mikið og gott starf og mér finnst stundum eins og umræðan nýjan skóla sé farin að halla svolítið á það að skólinn er utanum skólastarfið. Þannig ég vil gjarnan að við höfum það í huga. Þar er unnið mikið og gott starf. Við erum að fara af stað með það og erum með 20 milljónir næsta ári í að fara í hönnun. Það væri náttúrulega óskast að geta farið fyrir byggingu Seyðisfjarðarskóla. Ég reikna samt með að það myndi alltaf falla á 2 ár, þar að segja að það byrjað á 1 ári og klárað á hinu árinu. Það fyrir líka kannski eftir hvernig okkur gengur með okkar fjárfestingar í ár, hversu hratt við getum farið í uppbyggingu á Seyðisfjarðarskóla. Og varðandi Björgunarmiðstöðin Djúpavogi, ég get alveg tekið undir það væri óskandi hún væri fyrr. En það er bara verkefnið okkar framundan að taka þær ábendingar sem við fáum og við höfum fengið þessa ábendingu bæði umhverfis- og framkvæmdaráð hefur fjallað þetta og líka heimastjórn á Djúpavogi Seyðisfirði kom með sínar áherslur, Björgunarmiðstöðin og Grunnskólann Seyðisfirði og við bara munum taka það inn í 10 ára áætlunina, inn í vinnuna og sjá síðan hvernig við náum að vinna með það. Til þess var líka leikurinn gerður og við gætum átt þetta góða samtal og reynt að vera sammála í því hvaða stóru framkvæmdir við erum að fara í og hvenær. Takk fyrir. Næstu til máls er sveitarstjórnarfulltrúi Pétur Heimisson og ég býð forseta sveitarstjórnar að taka aftur við stjórn fundar. Frú forseti, aðrir góðir fundamenn, annað gott fundafólk, vildi ég sagt hafa. Ég kem nú hér upp í rauninni eingöngu til að taka undir orð Eyþórs Stefánssonar, sveitarstjórnarfulltrúa og leið að vísa í orð forseta sem og ánægjulegt að heyra þau að ef ég skildi rétt lánasjóður Sambands íslenskra sveitarfélaga hrósi sérstaklega og vísi í Múlaþing sem fyrirmynd meðferð fjár ef ég skil rétt. Þetta tvennt vil ég tengja og ég er virkilega ósammála sveitarstjórnarfulltrúa Jónínu Brynjólfsdóttur með það að mér finnst að horfa í alla tekjuliði, líka þá sem koma frá jöfnunarsjóði. Ég veit ekki annað en að það sé meðal annars drifkraftur sameiningar sveitarfélaga að það skilir sér fé úr jöfnunarsjóði þó það tengist ekki akkurat því sem hér er. Þannig að tekjuliðir hverrar tegundar sem eru finnst mér að passa upp á, missa þá ekki og það í raunveruleika sem sá að þráfallega benda að mér finnst öll sveitarfélög á að styrkja þurfi tekjustjórn á sveitarfélaga. Að því sögðu þá hvet ég til þess að leita leiða til þess að með einhverju móti að fara þessa leið að draga úr gjöldum, einhver þeirra leiða sem sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson kom inn á eða einhver annar leiða, þannig að þessar 31 milljón allar nýtist samfélagin okkar. Ég ætla ekki að koma inn á aðra liði, þegar búið að koma inn á aðra liði og sveitarstjórnarfulltrúi Jónína Brynjólfsdóttir búin að svara því sem ég hefði spurt um. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Pétur Heimisson hefur lokið máli sínu. Fleiri sem vilja taka til máls. Þröstur Jónsson gjör svo vel sveitarstjórnarfulltrúi. Forseti, aðrir fundamenn og konur.
Ég ætlaði nú ekki að blanda mig mikið inn í þessa fasteignagjalda umræðu vegna þess að mér finnst að það er eftir að ræða þá til þaula og milli afgreiðsla hér í sveitarstjórn og sjálfur sér ekki tekin eina endalega afstöðu fyrir M-listan þannig að séð hver afstáð okkar er. Ég skil bæði sjónarmið mjög vel og ég skal alveg viðurkenna það að í okkar baklandi er ekkert eining það hvort menn séu með þessu eða móti. Það er bara eins og lýðræðið er. Og það er samt sko, það sem er leiðinlegt í þessu er þá að sýnir gallan í kerfinu að mann þurfa að velta fyrir sér jöfnunarsjóður, hann í rauninni refsar okkur ef við förum í þennan leið per se en lætur okkur í friði annars sem er svona umhugsunarefni. Vandamálið er það eins og var hér líka að þetta er eignaskattur og almennt séð er ég á móti eignasköttum. Ég er viss það að þeir sem eru hér í minnihlutanum með mér eru ekki sammála með því en hvaðan það, ég er á móti þeim og ég spyr líka hvort að það sé hlutverk sveitafélags að, hvað maður að segja, að vera með þessa tekjujafnandi aðgerðir sem eru þá fólgnar í því að taka þessa tilbúna 31 milljón sem verður þarna út af lækkuninni og hætta við það og þannig verður til einhver peningur sem er 31 miljón og nota hann einhvers annar staðar. Þetta er svolítið nýju fötin keisarans en þarna er verið að fara ákveðna tekjujöfnun ef þú gera það vegna þess að þá er alveg ljóst alveg saman hvernig við líta á það ef við fara með þetta einhver annað þá kemur það ekki jafnt niður á alla og það sitja einhverjir sem nýta sér þá ekki þjónustu segjum þetta færi í niðurgreiðslu og leikskólagjöldum að þá fólk sem er ekki barnafólk það myndi þá fá höggið að fullu. Og mér finnst líka svolítið misvísandi að tala að við séum að lækka fasteignagjöld. Við erum alls ekki að lækka þau, við erum að hækka þau rosalega mikið vegna þess að fasteignamatið hefur hækkað. Þetta er eingöngu spurning það ætlum að draga úr högginu eða ekki. Og mér finnst í alveg sjálfsagt að draga úr þessu höggi en ég er alveg sammála Eyþóri Stefánssyni mér svíður fyrir það að jöfnunarsjóður refsar okkur fyrir það. Þannig að svo það sé nú sagt. Aðeins inn á sambandi við fjárfestingarnar og þar er kannski önnur heit kartafla, það er forgangsröðun og hefur komið hérna fram. Ég hef bent á það að menn ættu að forgangsraða og bara hugsa svona stórt séð hvert er forgangsmáli þessu sveitafélagi og byrja á því bara hvað er forgangsmál nummer 1, hvað er forgangsmál nummer 2 og svo framvegis. Og fyrir það fyrsta þá náttúrulega gerir sveitafélagi tvennt, það er annars vegar lögbundin, það er með lögbundna þjónustu og svo er það með ólögbundna þjónustu. Og þess vegna finnst mér tekur mig svolítið út fyrir það að það er sett 330 milljón króna verkefni sem er viðbygging á burstinni á Safnahúsinu, ný burst á Safnahúsið sem fer í forgang nummer 1, það er að segja að það er byrjað á því á næsta ári og dreifist þarna yfir 3 ár. Á meðan börnin okkar sem ég tel vera forgangsmál nummer 1 sitja þanniglega á hakanum að til dæmis framkvæmdir við Seyðisfjarðarskóla eru seinna í tímalínunni. Og það er ákallandi, ég meina þetta hús er komið til aldurs og þjónar ekki sínum tilgangi lengur og uppfyllir ekki kröfur. Það er komið heilmikið viðhald á gamla skólan þar. Þannig að viðhaldsþörf og þannig að ég teldi það mjög æskilegt ef að það er hægt að ná samningu ríkisvaldið að fá að fresta burstinni á Safnahúsinu einhver til 2026 eða eitthvað slíkt. Ég geri mér eins og grein fyrir því að það er svolítið, menn þurfa að koma þar svolítið með skotti á milli lappana vegna þess að þetta gildi samningur við ríki í dag að það átti að ljúka þessu rauninni 2023 ef maður rétt. Þannig að við erum raunin að biðja þá það að sá samningur sé tekinu. En rökin eru mjög sterk. Við erum að segja þá, já við ætlum í annað mjög brýnt verkefni fyrst. Getið þið leyft okkur það? Og ég sé ekki af hverju ríkisvaldið ætti að hafa einhvað sérstaklega á móti því, svo framalega við stöndum við það inn í framtíðina að setja þessar 330 milljónir í Safnahúsið. Það sé bara alveg klárt, en það er eingöngu verið að tala þá að skauta aðeins til tímasetninguna. Og
þetta finnst mér mál sem megi alveg athuga. Það þarf engin að verða neitt brjálæður hjá ríkinu og segja að við séum bara að svíkja einhverja samninga eða svoleiðis. Það er alltaf hægt að leita samninga, hvort sem það er í viðskiptalífinu eða í svona viðskiptum hjá hann opinbera og bara tíðkast. Það er ekkert nýtt að fólk tali saman. Það var nú það. Hér hefur mikið verið talað tekjuhliðina og og það er tvær hliðar á þess að tekjuhliðin og svo er útgjaldahliðin og ég er alveg sammála því að þessi fjárhagsáætlun er þannig að segja þessi stóra heila góð og bara þakka fyrir það mikla og góða starf sem þarna hefur verið unnið og mér finnst gaman að heyra það ef að Lánasjóður sveitarfélaga er að klappa okkur á bakið fyrir það, ég bara gleðst yfir því. Mér er það eins og er umhugsunarefni á tekjuhliðinni og þá svona fer maður að tala kannski þessi stóru hluta, bara stóru myndina. Við getum örugglega rifist í endalaust svona smá hluti eins og forgangsröðun, einhverja prósenti á fasteignaskatta, en hver er stóra myndin? Stóra myndin er svo að meira en helmingur af tekjum sveitarfélagsins fer til menntamála, fræðslumála og þar hefur þróunin, eftir því sem ég hef verið að skoða, síðan 2009 verið svo að bara fyrir sveitarfélagi í landinu, ég veit ekki alveg hvernig Múlaþing stendur í því, en ég býst í það að bara fylgi svona nokkurn veginn þróunin í landinu, að útgjöld til þessa málaflokks hafa vaxið síðan 2009. Sama tíma er árangur í skólum og líðan barna á niðurleið. Þetta segir mér einfaldlega það er eitthvað að. Og þetta er fjallað alveg út og suður, það sé ekki það sé ekki nógu mikil greiningaþjónusta og hvað þetta heitir allt saman og af hverju þarf allar þessu auknu greiningar. Hvað er að þar? Þannig að við borgum í rauninni meira fyrir þjónustuna en virðist vera að fá einhverja saka vegna verri þjónustu. Og það er eitthvað mikið að. Og ég get alveg sagt mína persónulega skoðun þar að mér syns það nokkurn veginn falla saman í tíma þegar að grunnskólarnir tóku þá ákvörðun að fara að loka Jesú Krist úti þá byrjaði fallið Þannig að það vill ansi oft fara svo hvort sem líka það betur ver og ég veit alveg hverju það er en deilin okkur það í þessum tveim heimum og ég bara svona umhugsað þennan hluta. Ég meina við getum byggt skóla á Seyðisfirði og við getum gert nýja leikskóla og allt það en að ef að starfið sem er innra er fallandi, kostnaðurinn aukast á einhver að og mér finnst við þurfa bara þó að þetta sé í samvinnuverki við ríki að þá þurfi Múlaþing per se aðeins að bara fara í gegnum sauman á því af hverju ósköpum þetta og getum eitthvað gert í því sem sveitafélag eða er það algjörlega ríkisvaldsins að gera eitthvað í þessu. Þannig að Þetta vildi ég að yrði skoðað svona í framhaldinu. Þannig að þessi þróun haldi ekki áfram. Síðan er það þetta er ekki, menn er ekki öfundsverðir að setja saman fjárhagsáætlun á þessum tíma og meðal annars náttúrulega til grundvallar þarna er ákveðin verðbólguspá og menn er svona bjartsýnir það að verðbólga fari lækkandi á næsta ári og svo árinu á eftir. En í því eru alveg rosalega stórir áhættuþættir og hvert verðbólguprósent þýðir, ég var nú með töluna frá mig í tíminni, þýðir einhver ósköp í að lánin okkar sem er vísitölutryggð þau hækka töluvert mikið. Þannig að bara það að verðbólga verður einhver aðeins hærri þá breytir það stöðun alveg rosalega mikið. Og við erum einhvern veginn með það ástandi í heiminum núna að við eiginlega ráðum ekki neitt með neitt. Það blessaði stríð þarna í Úkraínu og ég veit ekki hvað, mjög misheppnaðir valdhafar á öllum Vesturlöndum virðist vera sem haga sér eins og, ég bara segi bara eins og fífl í því máli og öðrum. Ekki verið að hugsa íbúa viðkomandi landa heldur einhvað allt annað. Og þetta endurspeglast hér síðan inn í niður allt stjórnkerfið, alveg allan tröppugangin og niður á sveitafélagslevelið hjá okkur. Þannig að ég svona bara við menn að hafa vara á sér og ganga hægt gleðina dyr þó að 10 ára áætlunni sé nokkuð björt. Það þarf ekki mikið að gerast til þess að það fari allt á annan endan. En ég ætla ekki að tala meira þetta að sinni allavega. Þakka fyrir.
Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur lokið máli sínu. Mælendaskrá enn opin, eitthvað sem vil taka til máls. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason, gjörðu svo vel. Frú forseti, það eru fundarmenn. Ég held ég taki það sem ákveðið svona hrós til okkar að ef ágreiningsmálum þessar fjárhagsvöldin séu ekki meira en einhverjir 10-20 milljónir hljótu við að vera nokkuð sátt. Varðandi 10 eða 4 ára framkvæmdaáætlun eða 10, þá veit ég að það sé líka bara lifandi plagg og ég held alveg ljóst að við förum á fullt með grunnskólann Seyðisfjörð, en ég alveg tekið með Jónin að ég ekkert viss að við komumst þar frá undirbúningsvinnu til framkvæmd á einu ári. Ég held að það sé bara mjög óraunhæft hreinlega. En ég held að sé alveg ljóst að það verður aldrei vilji okkur endilega að taka eitthvað óþarft stopp. Að við förum að staði þessa vinnu og svo útbóð og svo þetta tekur bara ákveðinn tíma. Og við lentum því bara í grunnskólanum í Fellabæ að þar tók þetta bara mjög lengri tíma þó að menn hef ekkert stoppað frá því með fóri þarfagreininguna og þangað til við vorum komnir að hafa framkvæmdir. Og mér líka svona, maður segir það líka, þetta er mjög raunsæ spá finnst mér fjárhagsvöldin okkar. Við gerum ráð fyrir 6,5% verðbólgu á næsta ári og mér finnst bara, þetta er bara svona ákveðið jákvæði breiðu, sérstaklega þegar kemur að fjölda. Fjölgun sveitarfélögum er eitt af þessu sem drífur betri afkomu og ég held að það sé eitthvað sem sé mikið að við hugsum út í að til þess að sveitarfélagið dafni þá er ekki eingöngu verið að hugsa hvaða sköttum við getum haldið uppi, þetta er líka að við aukum okkur tekjustofna. Og ástæðan fyrir við lögum til þessa lækkun er svo að hækkunin er 20% og það er bara mikið stökk á einu ári. Og það er það sem við og tekjur, þetta þýðir mikla tekjur fyrir okkur, en lækkunin þó við lækkum þetta 5% sem við ætlum að heilda skattlagningu hlutfallið með frádrætti jöfnunarsjóðs, þá er þetta svona minni tekjur upp á 7,5%, en við erum samt þá með töluverðu aukningu í heildar og töluvert yfir 10% sem er þá verðbólgan. Þannig að hugmyndin með þess var einfaldlega það að okkur finnst eðlilegt að þeir sem lenda fyrir þessari miklu hækkun, 20% hækkun, fái með svona smá, við erum ekki að koma á mótsvið, þeir eru bara töluvert meira en það eru borgið ár, það bara við komum aðeins á mótið. Og því ég líka fagna því að við sem sveitafélag séum að vaxa úr því að þurfa að vera með alla okkar skattstofna í botni í að það við getum með ábyrgri fjármálastjórnun stillt þessi hóf og leyft aldrei samfélagum fyrir dafna. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason lokið máli sínu, málendaskrá ennþá opin. Pétur Heimisson, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Frú forseti, annað gott sveitarstjórnarfólk. Ég kom nú bara upp af því mér fannst í máli sveitarstjórnarfulltrúa Þrastar Jónssonar bregða fyrir efa það hvort að sveitarstjórnir ætti að láta sig varða jöfnuð og varða það að jafna stöðu þeirra sem búa í samfélaginu. Ef það er réttur skilningur þá fannst mér bara ástæða til að koma upp og segja, undirstrika það að fátt er meira hlutverk sveitarstjórna eins og annarra kjörinna fulltrúa og þar er hægt að vísa í aðila eins og Alþjóða heilbrigðismálastofnunina, eins og Alþjóðabankann og fleiri, nöfn sem að flestir svona horfa til, sem að undirstrika það sem einhvern mikilvægasta þátt til þess að draga úr mismun í líðan og heilsu einstaklinga og samfélaga smærri og stærri og þjóða. Ég slóð hann fyrirvara að kannski misskildi ég Þröst, þá bara leiðréttir hann, sveitarstjórnarfulltrúa Þröst Jónsson, þá bara leiðréttir hann mig en mér fannst ég verða að undirstrika þetta. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Pétur Heimisson hefur lokið máli sínu, mælendaskrá ennþá opin undir þessum lið. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, aðrir fundarmenn. Pétur Heimisson, sveitarstjórnarfulltrúi, kom hér og deildi ekki hart, heldur mjúkt á orminn. Ég er alveg, sammála að jöfnun skal gæta. En
og sveitafélagi gerir það í rauninni bara lögbundið en í rauninni kemur það oftast frá ríkisvaldinu hvernig og einu pólitíska ríkisvaldi hvernig svo jöfnun á að líta út. Þannig þannig að þarna verið samt sem ára að tala það beinlínis að jafna, semst ef við förum ekki flatt yfir bara þarna í fasteignagjöldunum að þá sé farið einhvað sértækt inn í eitthvað, hvort sem það frístunda stuðningurinn eða eitthvað annað. Og ég set svona ákveðið spurningamerki við það hvort að sveitafélagi eigi að vera að gera slíkt eða ekki sértækt fyrir utan það sem ríkisvaldið hreinlega segir okkur að gera og við gerum heilmikið að því bara lögbundið. Hins vegar furðum mann svolítið að þetta komið frá, verði eiginlega stjóta svolítið tilbaka sko, frá Pétur Heimilssoni sveitarstjórnarfulltrúa vegna þess að hann stendur fyrir flokk sem aðhyllist þá skoðun World Economic Forum að jöfnuðin skuli vera svoleiðis, svo ég sletti nú, you own nothing but be happy. Þannig að það kannski jöfnuðin sem að sveitarstjórnarfulltrúi vill fá að við bara eigum ekki neitt og verðum bara hamingjusöm. Aðeins afturvíst að við erum komin í fasteignagjöldin sko og ég fór bara að gerði smá og alltaf gaman að spyrja herra Google eða herra Yandex ef menn vilja geta jafnræðis, fara í þann rússneska. Hann segir mann oft annað, en í þessu tilfelli segja báðir það sama og kom með sömu greinarnar varðandi fasteignagjöld samanborið bara á Norðurlöndum. Og Íslendingar eru heimsmeistarar eða sem sagt Norðurlandameistarar í álagningu fasteignagjalda vegna þess að hérna eru fasteignagjöld 1,90% af landsframleiðslu. Í Noregi eru 0,43%, Svíþjóð 0,69%, Finnlandi 0,82% og Danir komast okkur næst upp í 1,36%. Og ég vorkenni Dönum bara nokkuð vegna þess að þeir bara eru þannig í landa, þeir eiga enga rauðlindir eða neitt og skattlagning þar hefur nú alltaf verið mjög há, en þeir ná okkur ekki. Það töluverður munur á Dönum okkur 1,36% versus 1,90%. Þannig að bara skemmtileg stærð ef við viljum fara ekki bara í samkeppni við Fjarðabyggð, heldur kannski bara Norðurlönd öll. Þá stöndum við hana mjög illa. Takk fyrir. Fleiri sem vilja taka til máls út af þessum lið. Ef ekki þá ætlum ég að lesa sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson gjörðu svo vel. Forseti og annað fundur fólk. Sko, menn mega ekki misskilja mig það sem kom fram hérna í ræðu minni. Ég vil ekki að menn haldi það að menn geti sagt þarna er bara einhver vinstri maður á ferð sem vill ekki lækka skatta af því að hann er bara á móti skattalækkunum. Þetta snýst í rauninni ekkert í grunninn það. Þetta snýst að hvaða gjöld eða skatta við erum að lækka. Eða sko, álagningarhlutfall fasteignagjalda, meina ég. Fasteignagjöldin eru sannarlega að hækka. Og ég skil það mæta vel að menn vilja koma til móts við þennan hóp. Þannig að ég ítreka það sem mér finnst skynsamlegra að horfa til er að í staðinn fyrir að lækka á þennan ákveðna hóp 20 milljónir og missa 11 milljón krónur framlag úr jöfnunarsjóði, getum við kostað jafn miklu til þess vegna til sama hóps sem dregur ekki úr skerðingu jöfnunarsjóðs og nota þá þessar 11 milljónir sem hefði verið kastað fyrir róða ef maður nota þá samlíkingu í þá eitthvað annað og þar er hægt að rífast síðan pólitískt út frá hægri og vinstri ás í hvað væri skynsamlegt að eyða því vegna sem mér finnst sko eins og mér finnst þetta ekki vera hvað segir maður mér finnst þetta ekki vera að sýna ráðdeild í fjármálum þegar við gerum þetta svona því að eftir stendur að A-hlutin er rekinn í 180 milljón króna halla og við höfum þessa 3 tekjustofna til þess að fjármagna hann
Og það, ég get alveg tekið undir ýmsa gagnrýni. Fasteignaskattur er ekkert, hvernig ég orða það, gallalaus. Hann er að sumu leyti ósanngjarn tekjustofn sveitarfélaga og þá mætti alveg endurskoða það í heild sinni og ég held að ég hefði ekki verið neitt á móti þessari tillögu. Til dæmis ef ríkið hefði brugðist við þessu hækkandi fasteigna verðmati og tekið bara klift frá jöfnunarsjóði að sveitarfélög mætti lækka þetta án þess að það skerti jöfnunarsjóðsgreiðslur. Þá held ég hefði ekki nefnt að gera eitt einasta viður út af þessu. En ég ætlum að leggja, Austurlistinn ætlar að leggja fram bókun. Ég skal reyndar viðurkenna um skömmina að við héldum að það stæði til að samþykkja, eða ég hélt að það stæði til að taka afstöðu til þessara fasteignagjalda en ég vona bara að við tökum þessa punkta þá inn í umræður í nefndum og skoðum hvort að þetta sé einhver glóra í því sem maður hefur verið að halda fram í pontu, kannski er það ekki. En við ætlum að bóka eftirfarandi. Austurlistinn getur ekki samþykkt það bil 20 milljón króna lækkun fasteignagjalda þar sem því fylgir nærri 11 milljón króna skerðing á framlagi jöfnunarsjóðs. Í fjárhagsáætlun þar sem svo til öll gjöld hækka telur Austurlistinn það ekki skynsamlegt að lækka einmitt þau gjöld sem skerða framlög úr jöfnunarsjóði. Austurlistinn vill að það svigrúm sem virðist vera til staðar í A-hluta sé frekar nýtt til að lækka gjöld sem ekki hafa áhrif á framlög sjóðsins öllum íbúum sveitarfélags til heilla. Við teljum að íbúum Múlaþings sé sama hvað gjöldin sem þeir greiða heiti. Þannig mætti horfa til þeirra gjalda sem fasteignaeigendur greiða sem skerða ekki framlög jöfnunarsjóðs. Enn fremur myndi Austurlistinn setja í forgang til dæmis hækkun tómstundastyrks, óbreytta gjaldskrá leikskóla, gjalda og skólamáltíða og hækkun systkinaafsláttar í leikskóla. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki, þá ætla ég að lesa aftur. Pétur Heimisson, hefur þú búin að taka tvisvar til máls? Er þetta andsvar eða? Spennt að heyra það andsvar, sveitarstjórnarfulltrúi Pétur Heimisson, gerðu svo vel. Já, það er mynd af að það eru stutt andsvör samkvæmt lögum sveitarfélagsins. Frú forseti, annað gott fundarfólk. Heyrði aldrei í honum en las hann, enginn boðaði meiri jöfnuð en hann, sá sem þú nefndir hér, Jesú Kristur. Svo því sé nú haldið til haga. Að því sögðu þá vil ég einfaldlega lýsa því yfir að mér hugnast vel bókun sem að L-listinn leggur hér fram og tek bara heilshugar undir það. Takk fyrir. Þá er Pétur Heimisson lokið andsvari sínu. Andsvar Þröstur. Hér er dansað á línunni. Þröstur Jónsson með stutt andsvar við svari sveitarstjórnarfulltrúa Péturs Heimissonar. Já, forseti, aðrir fundarmenn. Sveitarstjórnarfulltrúi Pétur Heimisson kom illa upp sig hér áðan að hann hefur ekki lesið Biblíuna. Vegna þess að jöfnuðurinn gildir í himnaríki en ekki í hinum fallna heimi. Þar er ójöfnuður og Jesú Kristur hefur lítið það sagt og sagði lítið það. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur lokið örstutt andsvari sínu. Ásrún Mjöll Stefánsdóttir hefur beðið orðið sveitarstjórnarfulltrúa að gera svo vel. Frú forseti og annað gott fundafólk. Ég skal vera stutt orð. Spyr fyrst bara hvert er ég eiginlega komin. Það voruð ansi skrítið, en ég ætla að fá að taka undir þessa bókun með L-listanum. Takk. Ásrún Mjöll Stefánsdóttir hefur lokið máli sínu. Ívar Karl Hafleðarsson hefur beðið orðið sveitarstjórnarfulltrúa að gera svo vel. Frú forseti, þetta er fínar umræð sem hafa hérna verið og ég held að við munum taka þetta með okkur inn í seinni umræðinni í byggðarráði. En ég svona
þegar maður er að tala um að nota þetta inn í hítuna sko, menn eru þegar að fá 15% meira inn í hítuna. Þannig að ég held að það sé bara hvernig við finnum balans í þessu, að það sem Eyþór segir, það eru þetta sömu liðir sem eru bundnir, húseigendur eru bundnir ákveðnum greiðslum, að þetta er ekkert eins og sömu stofnunum, og það að færa mikið á milli með einhver svona fiffri, það er kannski ekkert rosalega fallegt sko. En við skulum klálega velta þessu aðeins fyrir okkur og það er bara verkefni við höfum í biðraði. Annars ég ekki segja mest mjög finn umræða í bakgrunn. Ívar Karl Hafleifsson, sveitarstjórnarfulltrúi í loki máls sínu. Ég ætla þá síðar ekki fleiri hendur á lofti, ég ætla að lesa aftur tillöguna eins og hún liggur fyrir fundurum. Sveitarstjórn samþykkir að vísa fjárhagsáætlun 2023 ásamt 3 ára áætlun til síðari umræðu í byggðaráði og í sveitarstjórn. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir að álagningarhlutfall útsvars fyrir árið 2023 verði óbreytt eða 14,52%. Ég ber tillögun upp, þeir sem eru samþykkir rétt upp hönd. Samþykkt samhljóða. Við erum þá komin í lið númer 2, aðalskipulagsbreyting, fletir og hlíðarhús, efnisnámur. Fyrir liggur bókun frá fundi umhverfis- og framkvæmdaráðs dagsett 24. október 2022 þar sem því beint til sveitarstjórnar Múlaþings að gerð verði breyting á aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008 til 2028 þar sem efnistökusvæðum verði bætt inn á skipulag. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir þá tillögu umhverfis- og framkvæmdaráðs að efnisnámur annars vegar í landi Hlíðarhúsa og hins vegar við fleti í Eyvindarárdal verði færðar inn á aðalskipulag Fljótsdalshéraðs 2008 til 2028. Skipulagsfulltrúa falið að láta vinna breytingu á aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008 til 2028 í samræmi við fyrirliggjandi gögn. Ég opna mældaskrána til þessum lið fyrir einhver sem vilja taka til máls. Svo ekki, þá tekið tillöguna til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir rétt upp hönd. Samþykkt samhljóða. Við förum þá í lið númer 3. Aðalskipulagsbreyting efnisnáma Kiðueyri í Grímsá. Fyrir liggur bókun frá fundi umhverfis- og framkvæmdaráðs dagsett 24. október 2022. Þar sem því beint til sveitarstjórnar Múlaþings að gerð verði breyting á aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008 til 2028 þar sem efnisnámi verði bætt inn á skipulag. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir þá tillögu umhverfis- og framkvæmdaráðs að efnisnáma við Kiðueyri í Grímsá í landi Ketilsstaða 2 verði færð inn á aðalskipulag Fljótsdalshéraðs 2008 til 2028. Skipulagsfulltrúa falið að láta vinna breytingu á aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008 til 2028 í samræmi við fyrirliggjandi gögn. Ég opna mælindaskrána til þessum lið, einhver sem vil taka til máls. Svo ekki. Ég tek tillöguna þá til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir rétt upp hönd. Samþykkt samhljóða. Við erum þá komin í mál númer 4, húsnæði lögreglu á Seyðisfirði. Fyrir liggur bókun frá fundi heimastjórnar Seyðisfjarðar dagsett 10. október 2022 þar sem sveitarstjórnin hvött til að beita sig fyrir framvindu þess að framtíðarlausn finnist varðandi húsnæðismál lögreglu á Seyðisfirði. Sveitarstjóri gerði jafnframt grein fyrir stöðu þeirra vinnu sem í gangi varðandi þetta mál. Þetta mál er lagt fram til kynningar. Jú, gjörðu svo vel. Björn Ingimarsson, sveitarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti og gott fundarfólk. Það er þarna því beint til sveitarstjórnar af heimastjórn Seyðisfjarðar að sveitarstjórn beinir sér fyrir því að verði fundin lausn á þessum húsnæðismálum lögreglu á Seyðisfirði. Þetta er mál sem er ekki nýtt á lárinu eins og þið bara þekkið vel sem hafa komið að málum á Seyðisfirði. Þetta sé 2018 sem var unnið svona frumat skýrsla af lausnum sem hefur verið að horfa til viðbyggingar við hafnarhúsið eða ferjuhúsið. Og það eru búin að vera töluvert samskipti, bæði við fulltrúa dómsmálaráðuneytis, lögreglu, framkvæmda, sýslunar og eins ríkiseigna. Og eins og oft vill verða þegar að verður breyting á mönnun á opinberum stofnunum, þá er eins og menn svona, eða ekki gleymi, heldur viti ekki hvað menn hafi verið hvernig menn hafi ætlað sér að leysa mál. En bara til þess að upplýsa það, þá var í rauninni lagt upp með það að höfnin færi í og kostaði viðbyggingu en að ráðuneytið eða framkvæmdasýslan greiddi í rauninni kostnað fyrirfram greiddi leigu til nokkur ára til þess að standa aðstoða við
fjárfestinguna eða fjármögnun fjárfestingarinnar eða framkvæmdana. Þetta, nú hafa þeir starfsmenn sem að voru með þessa sýn, framkvæmdasýslu megin, horfið á önnur mið, þannig að þetta ekki svo sýn sem núna hjá framkvæmdasýslunni. Ég átti fundi með þeim núna í sumar og í haust og eins með fulltrúum dómsmálaráðuneytis, en það sem við erum að skoða að ráðast í þessar framkvæmdir eftir sem áður og við verðum að funda og fara yfir þessar útfærslur og þessar hugmyndir sem að voru settar upp á sínum tíma með fulltrúum lögreglu, funduðum síðast það í fyrradag og ég vona á því að í rauninni útfærslan verði svona endalega mótuð í næstu viku og við erum að stefna að því að ganga frá samkomulagi við framkvæmdasýsluna fyrir árslok, sem að yrði þá þannig að þessi, þó svo að framkvæmdin yrði á vegum hafnarinnar og í eigu hafnarinnar, þá yrði sem sagt samningagerð þannig að fjármögnun á þessu yrði ásættanleg. En bara til að upplýsa það að það búið að vera að vinna töluvert í þessu máli og ég að gera mig vonur að við séum að sjá það leysast og það að lögregla og tollayfirvöld verði með ásættanlega aðstöðu á Seyðisfirði og leið muni aðstaða í rauninni hafnaryfirvalda í Hafnarhúsinu skána verulega. Takk. Við þökkum Birni Ingimarssyni sveitarstjóra fyrir. Hildur Þórsdóttir sveitarstjórnar fulltrúi biður um orðið, gjörðu svo vel. Já, forseti ágætu fundarmenn. Tek undir það sem fram hefur komið. Bind voni við að það verði meiri vilji í ráðuneytinu til þess að vinna þetta mál hraðar. Það hefur verið fast allt of lengi og mér langar að árétta það sem kemur hér fram í gögnum fundarins að þetta húsnæði þjónar fyrst og fremst þörfum Norrænu og þeirra fjölmörgu skipakoma sem koma til Seyðisfjarðar. Þannig að þær tillögur sem að lagður fram ekki allar raunhæfar. Þarna lagt til að svona besti kosturinn sé tillaga 1 sem þá nýbygging til austurs við þjónustuhús að Ferjuleiru 1. Og þá hægt að ná þessi samlegðar áhrifum sem að lagt til í þarfagreiningunni og áhrif á starfsemi húsins yrði þá engin sem að gríðarlega mikil og snýr fyrst og fremst að skipakom á Seyðisfirði. En já, ég bind voni við að ráðuneytið fari að róa í sömu átt og við og þetta fari að ganga hraðar og ég gerir ráð fyrir að nýr dómsmálaráðherra sé algjörlega á þeirri braut með okkur. Takk. Sveitarstjórnar Hildur Þórsdóttir hefur lokið málsins, eru fleiri sem vilja taka þetta málsins til þessum leið. Ívar Karl Hafliðarsson, sveitarstjórnar fulltrúi, gjörðu svo vel. Frú forseti, fundarmenn. Ég held að þetta sé bara mál sem hefur verið mjög góðum farvegi og vonandi mun það leysa hratt. Ég sem sammála að ég held að menn þurfa að líta á að það á lausn sem verið varin muni vera svona til ekki bara henda þeim, heldur líka henda okkur. Og ég held að þessi leiði eftir með þessi viðbygging, ég held að muni bara koma okkur vel út fyrir okkur. Og ég held að þessi líka ágætt því að við erum í svipuðum vandræðum til dæmis á Djúpavogi, að þetta muni marka þá leið sem við getum þá farið þar með því að bjóða lögreglu húsnæði til dæmis í nýrri björgunarmiðstöð sem þeir mun þá koma fjármögnun með langtíma leigusamningi. Takk. Sveitarstjórnar fulltrúi Ívar Karl Hafliðarsson lokið málsinu. Sveitarstjórnar fulltrúi Þorsteinn Jónsson, gjörðu svo vel. Forseti, aðra fundarmenn, ég kom nefnilega bara upp eða til þess að gleðjast yfir þessu verkefni að ef það að raungerast, ekki sérstaklega vegna þess að þetta sé opinber framkvæmd eitthvað slíkt, heldur að þetta bara mikilvægur innviður til framtíðar vegna þess að við og þjóðin öll að fjárfesta mjög mikið í Seyðisfirði sérstaklega eftir skriður og það vel. Og þegar við sjáum jarðgöng í gegnum Fjarðarheiði og þessa tengingu þessara samgöngumannvirkja sem ég horfi mjög mikið til, flugvallar og hafnar, að þá vorum við komið með svona innvið sem mjög sterkt og mikið mótvægi við suðvesturhornið
og það mjög vel og þó að þarna sé kannski lítið brot af því en þá það mikilvægt að starfsemi lögreglu og tollgæslu sé styrkt og væntanlega þegar að því kemur, og ég ætla bara að segja þegar, ekkert þegar að því kemur að Egilsstaðaflugvöllur verður orðinn alvöru millilandaflugvöllur, þá þurfum náttúrulega tollgæslu líka og væntanlega aukna lögregluþjónustu líka og með þessum göngum þarna á milli að þá sér maður samlegar áhrif þar líka, þannig að mér finnst bara mjög gott ef ríkisvaldið allar að sýna þessu lit vegna þess að þá sýnir það stuðningin í verki að við erum öll saman, ekki bara sveitarfélag hérna heldur þjóðin öll að byggja upp þetta port númer 2 út úr landinu, eins og má segja. Og ég bara gleðst yfir því, þessum litla áfanga í því ef hann raungirist. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Þorsteinn Jónsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Svo ekki, þá telst þessi liður númer 4 lagður fram til kynningar. Við erum þá komin í liður númer 5, varðar framkvæmdir í Tryggvabúð. Fyrir liggur erindi frá formanni félags eldri borgara varðandi framkvæmdir í Tryggvabúð og Djúpavogi. Jafnframt liggur fyrir svar fulltrúa sveitarstjóra við umræddu erindi þar sem fram kemur að brugðist verður við þeim athugasemdum þar koma fram. Mál þetta lagt fram til kynningar. Ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið ef einhver vil taka til máls. Svo ekki. Við förum þá áfram í lið númer 6. Fjallskilasamþykkt fyrir sveitarfélag á starfssvæði sambands sveitarfélaga á Austurlandi. Fyrir liggur til síðari umræðu uppfærð fjallskilasamþykkt fyrir starfssvæði SSA ásamt umsögnum heimastjórna. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings gerir ekki athugasemdir við fyrirliggjandi fjallskilasamþykkt og samþykkir hana. Ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið ef einhver vilja taka til máls. Svo ekki, því ég tek hana þá til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir rétt upp hönd. Samþykkt samhljóða. Við erum þá komin í lið númer 7 vegna Þórshamar, Hafnargötu 25 og Strandavögu 29-33 á Seyðisfirði. Fyrir liggur bókun byggðarráðs Múlaþings ásamt umsögnum sérfræðinga dagsett 25. október 2022 þar sem lagt til að sveitarstjórn samþykki að heimilu verður endurbygging að Hafnargötu 25 Þórshamars á Seyðisfirði í samræmi við ákvæði gildandi skipulags. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir að tillögu byggðarráðs að heimilu verði endurbygging Hafnargötu 25 Þórshamars á Seyðisfirði í samræmi við ákvæði gildandi skipulags. Ég ætla að opna mælendaskrá til þessum liðum einhver vill tjá sig. Svo ekki, þá tekið tillögunum til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir tillögunum rétt upp hönd. Það samþykkt samhljóða. Við erum þá komin í lið númer 8, niðurrif brúar við Gilsá í Skriðdal, erindi. Fyrir liggur erindi til sveitarstjórnar varðandi niðurrif brúar við Gilsá í Skriðdal. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir að vísa fyrirliggjandi erindi varðandi niðurrif brúar við Gilsá í Skriðdal til heimastjórnar Fljótsdalshéraðs til umsagnar. Ég opna mælendaskrá undir þessum liður einhver sem vilja taka til máls. Sveitarstjórnarfulltrúi Pétur Heimisson, gjör svo vel. Frú forseti, annað gott fundafólk. Ég veit ekki alveg hvaða skoðun ég hef á þessu en ég kem upp til þess að mér finnst, bara segja að mér finnst þetta ákaflega áhugaverð tillaga sem kemur þarna frá íbúa sveitarfélagsins. Það sem áhugavert við hana hvernig hún lögð upp. Ég leyfi mér að segja að bent á þann möguleika að það verði samgöngusafn í Gilinu, lifandi. Og svo verði áningarstaður og sem að tengi þetta samgöngusafn í Gilinu við nútíð og framtíð til útivistar, gönguleið á annað. Það sem ég hef hins vegar áhyggjur af auðvitað það að varðveita gamla brú kostar væntanlega peninga. En þess vegna kom ég eiginlega upp til þess að nefna þetta orð samgöngusafn og bara til þess að hafa sagt það ef það hægt að leita einhverra leiða það að gera þetta veruleika án þess að múlbinda sveitarfélagið til mikils kostnaðar, þá finnst mér hugmyndin áhugaverð. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Pétur Heimisson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja tjá sig undir þessum lið? Sveitarstjórnarfulltrúi Þorsteinn Jónsson, gjör svo vel. Já, forsetaðari fundarmenn.
Núna erum við Pétur Heimisson, sveitarstjórnarfulltrúi, svona bara nokkurn veginn sammála og mér finnst hugmyndin mjög áhugaverð en á sama tíma velti ég þessu fyrir mér hver ber ábyrgðina, hver ber ábyrgð á viðhaldinu og svo framvegis. En þetta er svo sem þetta þurfum við kannski bara svolítið að kanna vegna þess að þetta er náttúrulega verið gert víða eins og Fnjóskarbrú gamla, hún stendur enn, gamla bóabrún, því miður, eða ég veit ekki, kannski því miður var alveg nákvæmlega eins brú hér yfir Grímsá, hún var sprengt í loft upp þegar að ný brú var byggð þar. Nú, gamla brúin yfir Skjálfandafljót, Goðafoss, hún stendur ennþá. Hvernig er reksturinn á henni, hver ber ábyrgðina og svo framvegis? Ég held að fordæmin séu þarna til þess að bara skoða og fá heildarmynd á þetta. Annars þurfum við ekkert samgöngusafn þarna með 3 brúm, það er í uppvexti við neðri hluta Eyvindarár vegna þess að þar eru 2 brýr núna og ég veit ekki hvort það var fyrir mistök eða vanþekkingu eitthvað að í samþykktri tillögu að því að vinna skipulagstillögu áfram út af svo kallari suðurleið til gangna þá slísaðist þar yfir brúin á norðurleið við Melsótt. Þannig að það eru væntanlega þá 3 brúa safn þar. Kannski bara þá mun ekki skilið munn á norður og suður, ég veit það ekki. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur lokið máli sínu, sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason, gjörðu svo vel. Frú forseti, hann fundi fólk. Ég myndi hugmyndingi galið svona nokkur hluti og þetta er náttúrulega bara inn á eignuðunum fólks. Þannig að ég held að það sé ágætt ef við ætlum að vera með svona pælingar svo ágætt að taka þá landeigendur með sér inn í þetta. En það sem ég svona líka vandamálið mitt við það er að við erum vissulega með allan perdur sem er hötturinn, hjálpleyssun og annað. Það er náttúrulega allt ofan við veg en brýrnar verða neðan við nýtt vegastæði. Þannig að við erum passið úr þetta er kannski ekki akkurat drauma staðar þegar við erum ánægst að sikkur megin og menn þá labba fram og tilbaka. En ég held að það væri nauðsynlegt bara ef við ætlum að taka þetta áfram það verið gert bara í góðu samtali við þá sem það búa. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason hefur lokið máli sínu, fleiri sem vilja tjá sig undir þessum lið. Svo er ekki. Þá tökum við tillöguna til samþykktar. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir að vísa fyrirliggjandi erindi varðandi niðurrif brúar í Gilsá í Skriðdal til heimastjórnar Fljótsdalshéraðs til umsagnar. Þeir sem eru samþykkir því rétt upp hönd. Samþykkt samhljóða. Við erum þá komin í lið númer 9, snjóhreinsun á Öxi. Fyrir liggur bókun frá fundi heimastjórnar Djúpavogs dagsett 3. nóvember 2022 þar sem því er beint í sveitarstjórnar að hefja viðræður við samgönguyfirvöld fjármögnun og vetrarþjónustu og tryggja fasta ruðningsdaga á Axarvegi án tafar. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings tekur undir það með heimastjórn Djúpavogs varðandi það að staðið verði við fyrirheit varðandi vetrarþjónustu og uppbyggingu á heilsársvegi yfir Öxi sem lofað var í aðdraganda þess að Múlaþing varð til. Sveitarstjóra falið að koma á fundi með samgönguyfirvöldum þar sem áhersla verði lögð á að fjármögnun og vetrarþjónustu verði tryggð og að komið verði á föstum ruðningsstöðum á Axarvegi. Og ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið. Guðný Lára Guðrúnardóttir, gjörðu svo vel. Mér langar aðallega að koma hérna upp og fylgja þessu máli eftir. Já, frú forseti og aðrir góður fundamenn. Þetta var 7. mál á dagskránni okkar í heimastjórn Djúpavogs sem fundist við 3. nóvember síðastliðinn varðandi snjóhreinsun á Öxi og hljómaði bókunin okkar svona að á síðasta fundi heimastjórnar á Djúpavogi gerði bókun varðandi Öxi þar sem við fylgdum eftir ályktun sem samþykkt var á íbúafundi sem við áttum þann 19. október í þéttbýli Djúpavogs. Bókunin og ályktunin hljómaði svona. Heimastjórn á Djúpavogi tekur heils hugar undir ályktun sem samþykkt var á íbúafundi á Djúpavogi 19. október og krefst þess að staðið verði við fyrirheit varðandi vetrarþjónustu og uppbyggingu á heilsársvegi yfir Öxi sem lofað var í aðdraganda þess að Múlaþing var til. Nú þegar íbúar og sveitarfélagi hafa staðið við sitt er löngu tímabært að ríkið geri hið sama. Heimastjórn beinir því til sveitarstjórnar að hefja viðræður við samgönguyfirvöld fjármögnun á vetrarþjónustu og tryggja fasta ruðningsdaga á Axarvegi án tafar. Og ég fagna þeirri umræðu sem á sér stað núna og árétta mikilvægi þess að finna varanlega lausn á meðan heilsársvegur er ekki orðinn að veruleika. Það er einhuga ákall íbúa að máli þetta verði leyst. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Guðný Lára Guðrúnardóttir hefur lokið máli sínu, fleiri sem vil taka til máls. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórisdóttir, gjörðu svo vel. Forseti og ágæti fundamenn, tek undir hvert orð sem hér hefur komið fram. Það er fullkomlega óþolandi að ekki sé staðið við þau fyrirheit sem okkur voru gefin í aðdraganda sameiningar, að yfirvöld
treysti sér ekki til þess að fjármagna frekar ódýra framkvæmd. Þetta eru ekki margir miljardar sem við erum hér að tala eða 10 miljardar. Eins og þegar við erum að ræða Fjarðaragöngin heldur þetta tiltölulega lág upphæð og það algjörlega óboðlegt að það sé verið að fresta þessari mikilvæga framkvæmd ár eftir ár eftir ár. Það ekki verið að fara eftir samþykktri samgönguáætlun og ég skora á yfirvöld að standa við þau fyrirheit sem hafa verið gefin út. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórsdóttir hefur lokið máli sínu. Forseti vill biðja annan forseta að taka við stjórn fundarins þar sem forseti hyggst taka til máls. Ég býð þá sveitarstjórnarfulltrúa Jónínu Brynjarsdóttir að taka til máls. Takk fyrir. Ég fagna þessari umræðu. Ég tel að það sem mikilvægt að við í sveitarstjórn tölum stóru málin okkar og það alveg óhætt að segja að stærstu málin okkar eru mál sem við höfum ekki sjálf stjórn á. Það eru samgöngumálin. Eftir því sem ég best veit að þá áætlun öxi uppbygging á veginu sjálfum og hún sé samkvæmt áætlun. Það verði hönnun í vetur og útboð í vor og það sé samtal milli ráðuneyta leiðir til fjármögnunar og ég fagna því og ég bara heitt og innilega vona að það sé rétt tímalína. Hins vegar hef ég áhyggjur af landeigendum en það eitthvað sem Vegagerðin verður bara að sjá Ég tel bara mjög mikilvægt að við höldum því til haga og höldum því samtali við Vegagerðina í gangi sem annars vegar stóru framkvæmdirnar okkar og svo hins vegar hvernig við förum okkar vegi og ég bara hlakka til þess samtal sem við getum átt við Vegagerðina það því að snjómokstur og öxi skiptir okkur gríðarlegu máli og ef það hægt að lengja opnunartímabilið, það að segja stytta lokunartímabilið, þá myndi það vera okkur afskaplega dýrmætt. Og við vitum það að við þurfum að tryggja það að við upplifum okkur vera í sama sveitarfélaginu og parturinn af því að hafa sem styrsta samgöngur og tryggja það að við séum eitt atvinnusóknarsvæði. Þannig að ég bara tek undir þessa bókun og vonast til þess að eiga gott og gagnlegt samtal við Vegagerðina í framhaldi af því. Takk. Ég býð þá forseta sveitarstjórnar að taka við stjórnfundar. Takk fyrir það. Orðið laust undir lið númer 9, snjóhreinsun á öxi. Fleiri sem vil taka til máls. Svo ekki, þá lesi tillöguna upp aftur. Sveitarstjórn Múlaþings tekur undir með heimastjórn Djúpavogs varðandi það að staðið verði við fyrirheit varðandi vetrarþjónustu og uppbygging á heilsársvegi yfir öxi sem lofað var í aðdraganda þess að Múlaþing varð til. Sveitarstjóra falið að koma á fundi með samgönguyfirvöldum þar sem áhersla verði lögð á að fjármögnun vetrarþjónustu verði tryggð og að komið verði á föstum ruðningsdögum á Axarvegi. Þeir sem eru samþykki tillögunni rétt upp hönd. Það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að lið númer 10, Teigarhorn veglína. Fyrir liggur bókun frá fundi heimastjórnar Djúpavogs dagsett 3. nóvember 2022 þar sem því beint til sveitarstjórnar að þrýst verði á færslu veglínu við Teigarhorn. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings tekur undir með heimastjórn Djúpavogs og styður eindregið að farið verði framkvæmd á færslu á veglínu við Teigarhorn, ekki síst með tilliti til umferðaröryggis. Sveitarstjóra falið að koma þessum áherslum á framfæri við samgönguyfirvöld. Og ég ætla að opna mælendaskránandi þessum liður, einhver sem vilja taka til máls. Guðný Lára Guðrúnardóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Frú forseti og aðrir góðir fundamenn. Við langar að koma upp og fylgja þessu máli aðeins eftir líka. Hér vil ég eiga nokkur orðum veglínu við Teigarhorn en veglína þessi nokkuð hættuleg eins og framkom í bréfi stjórnar Teigarhorns. Og mér langar til þess að vitna í nokkur orð úr bréfi þessu þar sem talað að í raun sé tilgangur með þessari færslu á veglínunni fyrst og fremst til að auka öryggi vegfarenda en að leiðinum Eyfreyjunesvík og á milli kletta ofan við bæ með hættulegum blindbeyjum og blindhæðum. Þessi framkvæmd inni á samgönguáætlun og hangir það saman með nýrri brú yfir Búlandsá sem á að leysa af hólmi gömlu einbreiðu brúna sem þar Verkefni var sett í flokk undir 1000 milljónum á 3. tímabili. Til þess að verkefni verða veruleika þarf töluverða eftirfylgni og það ósk stjórnar fólkvangsins á Teigarhorni að Múlaþing beiti sér fyrir því að þetta verkefni komi til framkvæmda sem fyrst þannig að umferðaröryggi og verði aukið á sama tíma og það greiði fyrir uppbyggingu á Teigarhorni. Og ég kem að því máli hér að við í heimastjórn á Djúpavogi
erum sammála stjórn Teigarhóls og viljum árétta mikilvægi þessara framkvæmdar og einnig mikilvægi þess að við hér í sveitarstjórn beitum okkur fyrir því að þetta verða veruleika. Okkur öllum sem eigum erindi þennan veg til hagsbóta. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Guðný Lára Guðrúnardóttir hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum leið? Svo ekki, þá ætla ég að lesa tillöguna aftur. Sveitarstjórn Múlaþings tekur undir með heimastjórn Djúpavogs og styður eindregið að farið verði í framkvæmd á færslu veglínu við Teigarhorn, ekki síst með tilliti til umferðaröryggis. Sveitarstjóra falið að koma þessum áherslum á framfæri við samgönguyfirvöld. Þeir sem eru samþykkt tillögunni réttu pund. Samþykkt samhljóða. Þeir sem eru samþykkt réttu pund. Samþykkt með 10 atkvæðum. Einhver sem situr hjá. Ólafur Áki situr hjá. Við erum þá komin í lið nummer 11. Skýrslur heimastjórna. Til eftirbreytni og nýsköpunar hér á sveitarstjórnarfundi þá munum við fá skýrslur formanna heimastjórna og í framhaldi munum við fá fundargerðir þeirra svo hægt sé að spyrja þau út í einstaka atriði fundargerðana og mér langar að bjóða formann heimastjórnar Borgarfjarðar að koma fyrstan í pontu. Eyþór Stefánsson, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Herðu, forseti og annað þetta fólk. Við erum búin að halda einn heimastjórnarfund á Borgarfirði frá síðasta sveitarstjórnarfundi og á honum voru 8 mála dagskrá og okkar að fara yfir þau helstu hér á samt fleiru. Fyrsta mála dagskrá var stóra vanhæfismálið með varðandi heimastjórn á Borgarfirði. Það var sem sagt unnið lögfræðiálit fengur lögfræðiálit frá sambandinu þar sem var metið svo að formaður, einn aðalmaður og 2 næstu varamenn í heimastjórn væru allir vanhæfir til þess að fjalla þetta mál sem eru leiguíbúðir í eigu Múlaþings. Þannig að það var svolítið púsluspil en þeir tóku þetta, Helgi Hlynur varaformaður og Óli Hall aðalmaður og tókum þetta þverpólitíska sátt ef ég skil þá, ef þið þykist ekki þá rétt. Ég bendi bara á þessa bókun, þar sem ég vanhæfur á fjallum málið, ætla ég ekki að fara í það efnislega en bendi ykkur á að lesa hana. Guðlaugur Sæbjörnsson kom og flutti, fór yfir drög af fjárhagsáætlun Múlaþings. Þar sagði ég honum að ég væri ekki hrifinn af þessum hugmyndum fasteignagjöld, svo ég kom með þeim hérna inn. Já, í ljósi umræðuna það er bara eitt annað mál sem ég langar að vekja sérstaklega athygli á varðandi bókunina sem við vorum að taka fyrir varðandi Snjóhúsin og Öxi, þá tókum við líka fyrir vetrarþjónustu í dreifbýli og milli byggðakjarna. Og það er nefnilega svo að á heimasíðu Vegagerðarinnar kemur fram að kaflinn á milli Unuóns og Borgarfjarðar, sem sem sagt Vatnsskarðið, sé opinn frá 9:30 til 19:30 alla virka daga og frá 11 til 19 á sunnudögum og það er ekki mokað á laugardögum. Og við vildum koma því á framfæri þegar við urðum þess áskynja að þetta væri kynnt svona að þetta er bara mjög langt frá því að vera satt. Þetta virkar ekki svona í praxis. Það er sem þannig að bíll frá Vegagerðinni sem er að halda skarðinu opnu, hann er komin í Egilsstaði klukkan 5 og þegar snjóþungt er leiðin aldrei orðin fær 9:30 eins og er sagt á heimasíðu Vegagerðarinnar. Og við langar bara að biðja það að þetta verði haft með á fundinum þegar verður rætt vetrarþjónustu. Við ráðherra. Ég ætlaði bara að vera nokkuð stutt í dag en það sem er annað í fréttum á Borgarfirði er kannski einna helst að það er búið að skrifa undir verksamning varðandi sjóvarnir bæði í Njarðvík og við Blábjörg og gleði tíðindi. Og svo er það kannski stærsta fréttin frá Borgarfirði þessi misserinn eða frá Borgarfirði, ég veit ekki hvort það er sanngjarnt að segja það, að Dalai Lama er farin að sofa í borgfiskum æðardóm eða loðnfiskum.
Ég ætla ekki að hafa lengra, takk. Við þökkum formanni heimastjórnar Borgarfjarðar kærlega fyrir sína skýrslu. Ég ætla þá að bjóða formann heimastjórnar Djúpavogs að koma hér og halda skýrslu. Guðný Lára Guðrúnardóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, vant við látinni. Ég ætla þá að bjóða formanni heimastjórnar á Seyðisfirði að koma hér og halda skýrslu. Björg Einarsdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Ég veit þetta er Frú forseti og gott fundi fólk. Afsakið. Á síðasta fundi heimastjórnar Seyðisfjarðar var farið í heimsókn í Herðubreið þar sem fyrir liggur að endurskoða samning rekstur hússins sem rennur út nú áramót. Heimsóknin var mjög upplýsandi og á fundin voru fengnir til samtals helstu aðilar sem að daglegu starfi í Herðubreið koma. Málið er áfram í vinnslu hjá heimastjórn þar sem nefndin hyggst safna frekari upplýsingum áður en ákvörðun verður tekin. Var starfsmanni heimastjórnar falið að vinna málið áfram. Heimastjórn bókaði einnig á þessum fundi undir umfjöllun fjárhagsáætlun umhverfis- og framkvæmdasviðs eins og reyndar hefur komið hér fram. Hversu brýnt er að fá nýtt skólahúsnæði á Seyðisfirði gagnið eins fljótt og auðið er. Aðstæður núverandi húsnæðis eru engum boðlegar og það samræmist engan veginn þeim kröfum sem gerðar eru til skólahúsnæðis. Heimastjórnin vill leggja áherslu á að framkvæmdir hefjist strax í kjölfar hönnunarvinnu og að fjárútlát framkvæmdarinnar séu tryggð á þeim tímapunkti svo ekki komið til tafar á sjálfum framkvæmdunum. Þá sá heimastjórn einnig ástæðu til að nefna í bókun sinni að framkvæmdir á skipulags- og eignasviði líði ekki fyrir þau umfangsmiklu verkefni sem urðu til vegna ofanflóðamála. Að öðru leyti er vísað í fundargerðir með afgreiðslu mála. Við þakkum sveitarstjórnarfulltrúa Björgu Einarsdóttir, formanni heimastjórnar Seyðisfirði fyrir sína skýrslu og við ætla þá að bjóða formanni heimastjórnar Djúpavogs, Guðný Láru Guðrúnardóttur að koma hér sveitarstjórnarfulltrúa, gjörðu svo vel. Frú forseti og aðrir góða fundamenn. Skýrsla heimastjórnar fyrir, afsakið. 31. fundur heimastjórnar á Djúpavogi var haldinn 3. nóvember síðastliðinn. Á dagskrá voru 16 mál, þar af 2 til kynningar. Annað erindið sem var til kynningar varðaði fjárhagsáætlun og voru við samhuga þá brýnu nauðsyn að björgunarmiðstöð hefjist fyrr en áætlun gerir ráð fyrir og treystir heimastjórn á það að þetta verði leiðrétt fyrir lokaafgreiðslu fjárhagsáætlunar. En önnur erind sem báru á góma voru til að nefna svæði til notkunar fyrir hestaíþróttir. Þetta mál hefur lengi velst en teljum við okkur nú nokkuð sannfærð þann góða stað í bóndavörðurláginni eins og framkom í bókun okkar. En þetta svæði er engar fínt hvað varðar fjarlægð frá þorpi, einnig þeim möguleika á samlegð og samnýtingu á húsnæði Hestamannafélagsins með öðrum. Þetta er svæði sem Hestamannafélagi talaði fyrir og sjáum við ekki neitt til fyrirstöðu að skoða nánar. Sem rýmar við samtekt sem skipulagsfulltrúi tók saman, en þar kom fram að þetta svæði er talið hagstæðara en önnur hvað varðar reiðleiðir og undirlag ásamt því að liggja vel við tengingu við gatnakerfið. Okkar 7. mál á dagskrá varðaði aðbúnað gangandi vegfarenda á Djúpavogi og viljum við sjá að það verði bætt úr þessum málum. Hömrum við því á ályktun okkar og skorum á Vegagerðina að hrinda án tafar í framkvæmd þeim úrbótum sem eru á ábyrgð stofnunarinnar. Marg ítrykkuð hefur verið svo nauðsyn að bæta úr öryggi gangandi vegfarenda á staðnum. Að lokum vil ég tala aðeins að þetta haustið hafa orðið síendurteknar og langvinnar truflanir á veitukerfi Rarik og fjarskiptasambandi á svæðinu og lýsum við yfir miklum áhyggjum af þessum truflunum sem hefur haft í för með sér mikil óþægindi, hvort tveggja fyrir íbúa og atvinnulíf á svæðinu, auk þess að það er út frá öryggissjónarmið ásættanlegt. En svo vil ég menna á skýrslu fulltrúa sveitarstjóra sem er alltaf að finna neðst í fundargerðinni okkar heimastjórnar. Í þetta sinn er að finna þar svör við mörgum af þeim spurningum sem kom upp á þeim 3 íbúafundum sem haldnir voru núna þetta haustið. Takk fyrir mig. Við þakkum Guðný Láru Guðrúnardóttur kærlega fyrir formanni heimastjórnar á Djúpavogi. Þá er lið nr. 11 telst hann lagður fram til kynningar sem eru skýrslur heimastjórna. Forseti hyggst opna mælendaskrá undir lið 12, 13, 14 og 15 sem eru fundargerðir heimastjórnar Seyðisfjarðar nr. 27, fundargerð heimastjórnar Seyðisfjarðar nr. 28, fundargerð heimastjórnar Borgarfjarðar nr. 29 og fundargerð heimastjórnar Djúpavogs nr. 31.
Opna ég þá mælendaskrá undir þessum lið. Ívar Karl Hafleifsson, sveitarstjórnarfulltrúi Þórsvel. Frú fundistjóri, það að funda fólk. Ég vil bara koma upp til þess að þetta er liður 15, 31. fundargerð heimastjórnar Djúpavogs og þetta er liður 16, sem skýrsla fulltrúa sveitarstjóra. Ég held að þessi liður sár vanti inn í allar heimastjórnir, sérstaklega á Seyðisfjarðar og Borgar. Ég segi nú kannski ekki að þessi þörfan fyrir upp á héraði, í Fljótsdalshéraðs, þegar þetta gefur miklu meiri innsýn í hvaða önnur verkefni menn að vinna og veitir okkur miklu bara betri innsýn í hvað í gangi, sérstaklega okkur sem kannski búum ekki á stöðunum. Þetta sé bara eitthvað sem við þurfum klárlega að koma í fyrir alla næstu fundi, að það sé gert og það að bóka þetta inn í fundi líka veitir okkur sem hér sittum líka það, við getum fylgst með hvað verkefni menn að vinna og þá hjálpa til við að þetta gengur eitthvað illa. Þetta veitir gott utanumhald utan á það. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafleifsson lokið máli sinni. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórisdóttir biður orðið, gjörðu svo vel. Forseti, ágæti fundarmenn. Þetta varðar 27. fund heimastjórnar Seyðisfjarðar. Lið 1, félagsheimili Herðubreið, rekstrarsamningur. Þetta er svona örlítill útúrdúri. Mig langaði að spyrja út í framkvæmdirnar á ytrabyrði hússins sem voru bánar út í vor. Það bárust því mér engin tilboð. Mig langaði bara svona að heyra frá sveitarstjóra hver staða mála væri á þessu verkefni því að það dylst engum sem að fara Seyðisfjörð að það er mikil þörf á að taka húsnæði í gegn að utan. Takk. Björn Ingimarsson, sveitarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti, gott fundarfólk, varðandi þessa fyrirspurn sveitarstjórnarfulltrúa Hildar Þórisdóttur. Þá er ég ekki alveg með skýr svör, en ég get bara upplýst það að starfsfólk á eignasviði og umhverfis og framkvæmdasviði er að vinna í þessum málum. Ég veit að menn er að horfa til þess að það sé hægt að ganga til þessa, en ég veit hins vegar ekki til þess að það sé komin á samningur við verktaka. En það hefur verið vandamálið í þessu verki því miður. En það ég veit alveg að það verið að vinna í því að finna þessu lausn. Þá er Björn Ingimarsson, sveitarstjóri, lokið máli sínu. Við erum með mælendaskrá opnu undir lið 12, 13, 14 og 15. Þröstur Jónsson, sveitarstjórnarfulltrúi, biður orðið, gjörðu svo vel. Ég vil biðja fólk að taka það fram í upphafi í hvað fundargerðir eru þessi. Forseti, hann var gott fundarfólk. Áður en nefni liðin sem ég ætlaði að fara í, þá bara var það ákaflega skemmtilegt að heyra hér þetta nýyrði nýsköpun í fundarsköpun hjá forseta á það. Skemmtilegt að heyra það, ég er mikið fyrir nýsköpun. Þetta er fínt form, ég bara gleðst yfir því að hafa þetta svona. Síðan sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson, stóra vanhæfismálið. Ekki taka þann titil af mér, það er því aldrei. Og svo þetta með Dalai Lama, hann sagði að það væri komin í æðardún, ég sá hann bara fyrir mig bara liggja í svona æðardúns hreiðri, en væntanlega er hann nú undir æðardúns sæng, en ekki veit ég hvort hann er komin í heimalandi Tíbet, þar sem kann vera mjög kalt og þurfi þessa sæng þar. En svona ángreins að þá ætlaði ég í 13. lið heimastjórn Seyðisfjarðar, 27. fundur. Þar undir liður 4, fjárhagsáætlun umhverfis og framkvæmdasviðs 2023. Og bara með leyfi forseta, ef ég les það sem heimastjórn bókar þarna, hún bókar þannig, heimastjórn áréttar að þörf fyrir nýtt skólahúsnæði og Seyðisfirði er afar aðkallandi því núverandi skólabygging er frá árinu 1907 og samræmist engan veginn nútíma kröfum skólahúsnæði. Samkvæmt fyrirliggjandi fjárfestingaráætlun er ekki gert ráð fyrir að framkvæmdir nýtt skólahúsnæði Seyðisfirði hefjist fyrir árið 2025 og er það álit heimastjórnar að það sé með öllu óviðunandi. Þarna er í rauninni komin þrýstingur frá heimastjórn að gera það sem ég nefndi hér áður sambandi við fjárhagsáætlun að reyna að ná því fram að fresta þessari viðbyggingu við Safnahúsið og nýta þá peninga kannski fremur í þetta skólahúsnæði þarna niður frá.
Það er ekki nóg með að sé frá 1907 og uppfyllir ekki kröfur, það er líka komið á viðhald. Þannig og þrýstingurinn kemur víða, hann hefur komið innan úr umhverfis- og framkvæmdaráði líka og ég ætla að koma því hér undir liðum á eftir. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágæti fundamenn, þetta varðar lið 14, heimastjórn Borgarfjarðar og þarna er liðið 4, Fjarðaborg samfélagsmiðstöð, gríðarlega mikilvægt mál á Borgarfirði, kemur fram í fundargerð málinu frestað, mér langar að fá formann heimastjórnar Borgarfirði til þess að fara þessi yfir stöðumála. Takk. Já, Hildur Þórsdóttir sveitarstjórnarfulltrúi lokið máli sínu, má bjóða formanni heimastjórnar Borgarfjarðar að koma til svars. Sveitarstjórnarfulltrúi Þór Stefánsson, formaður heimastjórnar Borgarfjarðar, gjörðu svo vel. Takk. Hvað er maður að byrja, frú forseti, á maður að byrja og annað hundar fólk? Hvað er maður á að byrja á Fjarðaborgarverkefninu? Þetta er svona, og að vera svona leiðindatafur í þessu máli af ýmsum ástæðum. Ástæðan fyrir þetta var frestað á þessum fundi var að við höfðum hugsað okkur að fá sviðsstjóra á fundin en viðkomandi var erlendis. Þannig að við frestuðum til næsta fundar að það sem er svona frétta í þessu máli er að það er verið að bera saman kosti, 2 kosti. Það kom sem sagt breytingatillaga frá hönnuði sem var svona svolítið mikill breyting frá því sem var gengið út frá í byrjun og menn eru að vega og meta þessa kosti og svo var það svo að sá sem það var samningur við verkfræðistofuna Verkís, Björn Sveinsson, að vinna þetta og það vill svo til að hann hefur skipt starfsvettvang og það urðu þá enn meiri tafir á málinu meðan var verið að finna út hvernig það yrði leyst. En samkvæmt mínum upplýsingum er bara verið að vinna í þessu. Ég held ég svara þetta spurningunum. Ég veit, örugglega illa. Sveitarstjórnarfulltrúi Þór Stefánsson hefur lokið máli sínu. Við erum með mál á dagskrá nr. 12, 13, 14 og 15 umræði hér. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki, þá teljast þessar fundargerðir lagðar fram hér til kynningar. Við ætlum þá að vinda okkur í lið 16, 17, 18 og 19. Er að ræða fundargerðir byggðarráðs Múlaþings nr. 63, 64, 65 og 66. Þar verða allar teknar hér saman til umræðu og ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið. Er eitthvað sem vilja taka til máls? Svo er ekki, þá teljast þessar fundargerðir lagðar hér fram til kynningar. Þá ætla ég að opna fyrir mælendaskrá og til umræðu lið nr. 20 og 21. Er að ræða fundargerðir umhverfis- og framkvæmdaráðs Múlaþings nr. 66 og fundargerðir umhverfis- og framkvæmdaráðs Múlaþings nr. 67. Mælendaskrá er opin til þessum lið. Er einhver sem vilja taka til máls? Sveitarstjórnarfulltrúi Pétur Heimisson, gjörðu svo vel. Frú forseti, annað gott fundarfólk. Það sem að mig langar að ræða eða leggja út af er 67. fundur umhverfis- og framkvæmdaráðs, umsagnarbeiðni tillögu til þingsályktunar, endurskoðun og laga og reglugerðir umhverfis sjókvíaeldis. Þar liður, já, afsakið. Takk fyrir. Þar stóðu við öll saman að bókun í umhverfis- og framkvæmdaráði sem samþykkt var samhljóða, en jafnframt bókuðum við fulltrúar VG þetta og í niðurlagi þeirra bókunar segir
í greinargerð með þingsályktunartillögunni er líka talað samfélagssáttmála fiskeldi á Vestfjörðum. Því skal áréttað að slíkur sáttmáli fiskeldi á Austfjörðum er ekki til og alls ekki í Múlaþingi. Það er alvarlegt þegar er að ræða svo umdeilda aðferð til matvælaframleiðslu sem eld í opnum sjókvíum og tilvitnun lýkur. Vissulega er laxeldi í opnum sjókvíum ekki með beinum hætti til umræðu á þessum fundi. Það er hins vegar umrædd og tilvitnuð fundargerð umhverfis- og framkvæmdaráðs og þar með þessi bókun og hluti bókunar sem ég las hér upp. Og með vísan í það og hitt að undirritaður er varafulltrúi í sveitarstjórn og eðli máls samkvæmt ekki allt og oft sitjandi við þetta borð í þessum góða hópi, þá hlýti að nota þetta tækifæri til þess að ávarpa þetta mál. Það geri ég líka með vísan í fréttaflutning síðustu daga, þar sem að einhver minni en þeir sem að öðru fremur hafa það hlutverk að gæta öryggis skipa og sjófærenda, Landhelgisgæslan, ásamt með öðrum stórum spámönnum, Vegagerðinni og Samgöngustofu, hafa tjáð sig það að þrengsli fjarðarins af náttúrunnar hendi eru slík að það að ætla í senn að virða íbúa botnsins sem heitir Fararæsstrengurinn og leið að láta kvíarnar fá pláss og leið að gæta öryggis sjófarenda og skipa, að þá er vandi á höndum. Jafnvel svo mikill að óbreyttu þá er eitt sjókvíastæði dæmt úr leik, annað mjög vafasamt og einungis það þriðja virðist ekki snertast af þessu. En einmitt þetta þriðja áætlaða sjókvíastæði er í hlaði Skálanes, þar sem að fólk hefur með þrautseigju, útsjónarsemi, hugviti, tengslum, byggt upp það sem ég leyfi mér að kalla náttúru, fræða og vísindasetur, sem að hefur skapað sér býsna gott orð, víðar en á austurströnd Íslands, sem sagt bara nokkuð fjölþjóðlega. Og þetta sprettur ekki upp úr neinu, þetta sprettur upp úr annars vegar bara útsjónarsemi og elju fólks sem að vill og treystir á og ætlar að byggja á náttúru og meðal annars heilum og óbrotnum sjónlínum og ómenguðu útsýni og afsakið smá hlé í útsendingunni. Og þetta er að mínu viti og mínu mati enn eitt stöðvunarmerkið. Ég er náttúrulega búinn að sjá þau mörg og hef reynt að tjá mig það, en þetta er að mínu mati enn eitt stöðvunarskyldumerkið fyrir okkur sveitarstjórnarfólk. Og það er ekki of seint að hugsa sig aftur. Það er ekki of seint að hafa skoðun á þessu máli fyrir sveitarstjórn Múlaþings, en ekki skýla sér bara á bakvið það að skipulagsvaldið sé annars staðar og taka afstöðu með lífi og náttúru í Seyðisfirði, með öryggi skipa og sæfarenda fjörðinn og með þeim krafti í seyðfirðsku samfélagi sem sneri vörn í sókn fyrir mörgum árum og byggði þá vörn á því að hugsa út fyrir kassan og hefur meðal margs annars alið af sér fjölsjótta og þjóðlega lungahátíð
þar sem að sköpun og gleði eru aðalsmerki og líka lunga skólan. Og það er þannig að í æ fleiri málum þá bara ber okkur skylda, þó ekki sína með vísan í alls konar alþjóðlega sáttmála og margt smátt gerir eitt stórt í þeim efnum, að þá ber okkur og þurfum að standa og vera með og verja náttúruna. Ella verðum við það sem við viljum helst ekki verða, við verðum náttúrulaus. Þannig að ég hvet sveitarstjórn til þess að líta á þetta sem í rauninni ekki bara biðskyldu, heldur stöðvunarskyldu og taka nú bara afstöðu með yfirlýstum vilja meirihluta. Aðrir hafa ekki tjáð sig með formlegum hætti sem hreyfiafl, en 55% hafa tjáð sig. Lífríki botnsins þarf ekkert að deila. Maður drepur það undir hverri kví, svo hvílir maður og þá lifnar það við aftur. Það lifnar raunar ekki við, það bara kemur annað líf, það lifnar ekki við það sem var dautt. Og svo framvegis og framvegis. Þannig að bara umfram allt verðum ekki náttúrulaus. Verjum náttúruna og þetta er einn hluti þess. Takk fyrir. Pétur Heimisson að lokið málsinu, fleiri sem vilja taka til málsinu til þessum lið. Ásrún Mjöll Stefánsdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Já, frú forseti og annað gott sveitarstjórnarfólk. Ég ætla að fá að leggja hér nokkur orð í belg í takt við það sem hefur framkomið hjá sveitarstjórnarfulltrúa Pétri Heimissyni. Hvað varðar 21. lið þessa fundar, 9. lið í 67. fundargerð umhverfis- og framkvæmdaráðs vegna þessar umsagnarbeiðni tillögu til þingsályktunar, endurskoðun á laga og reglugerða umhverfi sjókvíaeldis. Eins og Pétur nefnir hafa komið fram mjög alvarlegar ábendingar frá Landhelgisgæslunni við tillögu að haf- og strandsvæðaskipulagi. Það bent á að öryggi við siglingar er ekki tryggt í núverandi mynd sem tillagan teiknar upp. Þessar athugasemdir hljóta þess vegna að vekja athygli sveitarstjórnar Múlaþings þar sem það ættu að hafa töluverð áhrif á framgang mála og þeim ættu að taka mjög alvarlega. Mér langar aðeins að tala athugasemdirnar sem koma fram, en auk Landhelgisgæslunnar komu fjölmargir aðilar og stofnanir fram með fjölbreyttar athugasemdir og gagnrýni á tillöguna, en þar má nefna Náttúrufræðistofnun Íslands sem tekur ekki undir þá niðurstöðu umhverfismats strandsvæðaskipulags tillögunar að áhrif á umhverfið og náttúru séu í heild jákvæð. Samgöngustofa talar, líkt og Landhelgisgæslan, árekstra milli skipulagðar eldisstarfsemi og siglingaöryggis og slíkt hið sama kemur frá Vegagerðinni, en þessir aðilar benda á að skoða verði vitalög í þessu samhengi og hvort þau séu einfaldlega brotin víða land. Fyrirhuguð eldisstaði í Seyðisfirði ógna samkvæmt framkomnum athugasemdum öryggissiglinga og þar með sjófarenda og eru í einu tilviki staðsettin á hættusvæði vegna ofanflóðahættu, líkt og Veðurstofan og aðrir hafa bent á. Umhverfisstofnun bendir á olíuleka í firðinum og reikna þurfi með losun gróðurhúsaáhrifa inn í tillöguna, en í núverandi mynd hennar eru áhrif á loftslag metin óveruleg sem verður að teljast nokkuð merkilegt með svona iðnað. Svona geti ég haldið lengi áfram, en í stað þess vil ég hvetja sveitarstjórn til þess að líta á stöðunarmerkin, eins og Pétur nefnir, líta á þessar athugasemdir alvarlegum augum og taka þær til skoðunar í framhaldinu. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ásrún Mjöll Stefánsdóttir við lokið máli sínu. Forseti vill beðja annan forseta að taka við þar sem forseti hyggst taka til máls. Við þá sveitarstjórnarfulltrúa Jónný Brynjólfsdóttur að taka til máls. Takk fyrir, forseti. Já, það er ávallt gott að ræða þessi mál eins og önnur og við vitum að þessi mál eru í deiglunni og eigum við vonu því að þetta verði eitthvað fjalla kannski mögulega í fjölmiðlum á næstunni, sem er gott og vel. Ég tel að upplýsingaóreiða sé þessu máli ekki góð frekar heldur en öðrum málum. Varðandi þær athugasemdir sem hafa komið fram varðandi öryggi sjófarenda,
þá það eitthvað sem verður tekið inn í vinnuna varðandi haf- og strandsvæðaskipulagið. Til þess koma þessar athugasemdir fram. Ég get svo sem alveg velt því fram, það mjög áhugavert þessar athugasemdir, en það sko sjókvíaeldi á Vestfjörðum löngu komið á sinn stað og það þarna komar alvarlegar athugasemdir þar líka, ekki bara á Seyðisfirði. Ég vil svolítið fara aðeins inn á það að mér finnst sko svolítið umræðan möguleika sveitarfélagsins til einhverja aðgerða vera svolítið á skökkum stað. Við getum í raun og veru voðalega lítið haft þetta að segja nema við getum neitað fiskeldisfyrirtækjum aðstöðu á höfnum og landi og við myndum ekki gera það. Við getum ekki mismunað einhverjum einstaka aðilum á einhverjum forsendum og ég tel það bara ekki heillavænlegt og ekki gáfulegt og ekki góða stjórnsýslu, svo það sé sagt. En ég mjög glöð að heyra Pétur tala sveitarstjórnarfulltrúa Pétur Heimisson tala samfélagssáttmála. Af því það sem ég velti fyrir mér verður það svo að til komi fiskeldi á Seyðisfirði, hvernig ætlum við þá að vinna það? Og þá einmitt gott að við erum allavega komin á þann stað að geta rætt einhvers konar samfélagssáttmála. Af því að vissulega hefur þetta mál margar hliðar og við getum öll verið sammála það að það ekki einhugur hvorki innan sveitarstjórnar né innan samfélagsins á Seyðisfirði. Ég held að það séu fleiri á Seyðisfirði sem standi orðið með fiskeldi heldur en áður en ég hef engar tölulegar forsendur á bak við það. En samtalið til alls fyrst og ég held að það sé mjög mikilvægt að samtalið haldi áfram. Ég hef áhyggjur á atvinnulífinu á Seyðisfirði og ég tel að það væri afskaplega gott að styrkja það og ég held að ef að til þess kemur að fiskeldið komi þá verðum við að geta unnið með því, annars gæti þetta orðið erfitt og ég bendi hér á að sveitarfélagið fer ekki með leyfisveitingar í fiskeldi, í sjókvíaeldi og við höfum náttúrulega okkar athugasemdir hafa aftur og aftur bent á það að við viljum frekar hafa okkar haf- og strandsvæði að segja. Og við viljum hafa það að segja hvort að þar eru sjókvíaeldi eða bara vindmyllur í sjó. Við viljum bara hafa þetta að segja og mér finnst það sjálfsagt eðlilegt. En takk fyrir. Ég býð það forseta sveitarstjórnar að taka aftur við stjórnarfundar. Takk fyrir. Mælendaskrá er ennþá opin undir leið 2021. Pétur Heimisson, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Frú forseti, annað gott fundarfólk. Það gleður mig að gleðja sveitarstjórnarfulltrúa Jónu Brynjólfsdóttur og ekki þurfti meira til en að nota orðið samfélagssáttmála. Það gleður mig líka. Ég tala ekkert sérstaklega fyrir samfélagssáttmála í því sem ég sagði áðan. Ég vitnaði bara í það að í ákveðnu frumvarpi þá þótti það góð vinnubrögð að draga fram að á Vestfjörðum væri eitthvað sem er kallað samfélagssáttmáli. Fyrir mér eru það ekki góð vinnubrögð að nefna þá ekki samtímis að á Austfjörðum það ekki. Það var rauninni það sem að kannski þessi bókun okkar átt að draga fram, hefði mátt gera það betur. Ég held að það kom mjög skýrt fram í, það heiti ekki frummatsskýrsla Skipulagsstofnunar, að það væri mjög mikið áhyggjuefni svo að þér virtist litla sátt sem þetta væri í nærsamfélaginu. Í því tilfelli held ég að nærsamfélagi hafi verið Seyðisfjörður á þess að ég ætla að fullyrða það. Og þá væntanlega verið að tala öðru fremur þessi 55% íbúa sem að með mjög afgerandi hætti vöruðu ekki við, teiknuðu ekki upp eitthvað sem að hugsanlega þyrfti að athuga, heldur sögðu bara við viljum ekki fiskeldi í opnum sjókvíum í Seyðisfjörð, punktur og búið. Það var ekkert flóknara en það. Og ég er ósammála sveitarstjórnarfulltrúa Jónu Brynjólfsdóttur það að það sé ekki hægt að neita því að byggja upp aðstöðu í landi fyrir fiskeldi. Það er akkúrat það sem að maður á að hafa skoðun á og sérstaklega ef að maður heldur, og það held ég, að þetta sé það alvarlegt að Skipulagsstofnun sá ástæðu til að ekki bara nefna að þér virtist
litla sátt, ósátt sem þetta væri, hún væri meiri heldur en gæti annars staðar að mati skýrsluhöfunda. Við þær aðstæður, þá bara ítrykka ég þetta sem ég sagði á hann, þetta eitt margra stöðvunarmerkja sem nú hefur komið fram og mér finnst algjörlega að sveitarstjórn geti haft þá skoðun sem ég hef, ekki vegna þess að þessu sé góð eftir ég hef hana, en ég hef hana, á sama tíma og fiskeldi í opnum sjókvíum spratt upp úr því sem ég leyfi mér að kalla grassrót, sprakk upp úr samfélaginu á Djúpavogi á mjög erfiðum tímum þar í atvinnumálum. Menn hugsuðu út fyrir boxi þar, fólk tók eins og ég upplifði það mál í sínar hendur, fólk vann öttulega á myrkran á milli, kom á stað fiskeldi, það þar, ég upplifi og met að það sé talsvert sátt þar, ég upplifi og met að það sé býsna mikil sátt það þar. Annað lítið samfélag innan okkar risasmáa sveitafélags, Múlaþings, á Seyðisfirði, hefur með býsna afgerandi hætti og meiri hluta samþykkt á undirskriftalista, lýst sig algjörlega andstætt þessum atvinnuvegi í aðdraganda stofnunar Múlaþings sem áður hefur verið vitnað hér í dag. Þá var sérstaklega það fjallað mikilvægi þess að styðja og stuðla að þau 4 sveitarfélög sem sameinuðust fengi að halda sínum sérkennum. Ég get ekki varist því að þarna finnst mér ég verið að bera saman 2 sérkenni. Ég sagði áðan í tali mínu að þetta á Skálanesi hefði sprottið upp úr dugnaði þeirra, upp úr seiðfisku samfélagi líka spratt lungaskóli, lungaháttíð, fjölþjóðlegar tengingar, líkt og fiskeldi spratt upp úr grassrót á Djúpavogi, virðum þetta hvorutveggja. Í því felst það að mér finnst sveitarstjórn einfaldlega eiga bara að taka af skarið og ekki vilja laxeldi í opnum sjókvíum á Seyðisfirði og þar með talið að afþakka það að byggja upp þjónustu í landi fyrir það, og nú virðist illa undir það að sveitarstjórn þurfa að hugsa sig hversu miklar fjárfestingar eigum að fara í fyrir mögulega 1 kvíastæði þar fyrir utan. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Pétur Heimisson í lokin máli sínu. Fleiri sem vilja Ásrún Mjöld Stefánsdóttir hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, sveitarstjórnarfulltrúi. Frú forseti og annað gott sveitarstjórnarfólk. Hvaða skoðun sem fólk hefur svo sem á því sem að sveitarstjórnarfulltrúi Jónína Brynjólfsdóttir kemur inn á, vangetu sveitarfélagsins til að bregðast við inngöngu slíks iðnaðar, þá hlýtur samt sveitarstjórn að hafa skoðun á því ef að tillagan tíðan iðnað sem ekki sátt við samfélagið brjóti lög líkt og Landhelgisgæslan, Vegagerð og Samgöngustofa í að. Það alvarlegt og krefst að mínum að svara óháð því hvað manni finnst iðnaðinn sjálfan. Takk. Við þakkum Ásrúnu fyrir, Þröstur Jónsson sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel, og svo í framhald af því Ívar Karl Hafliðason sveitarstjórnarfulltrúi. Já, forseti, annað gott fundafólk. Ég ætla að mynda í annan lið en þennan fiskeldisliðan, en bara áður en ég geri það að þá undir þeim lið að ég árétta það sem að ég hef áður sagt það að þessi undirskriftalisti, hann ákveðið vandamál innan gæsalappa vegna þess að þarna meirihluti íbúa að skrifa undir, og hvort sem að okkur líkar betur að vera, þá það svo að sveitarfélag á að gæta hagsmuna íbúa sinna.
Þannig að þar einn vinkill á þessu, það enda rétt á okkur kemur þetta ekkert við skipulagslega og svona bjargarlaust þar. En þannig bara svo sterkur íbúavili komið fram að það eiginlega hlýtur að vera að sveitastjórn sem á að gæta hagsmuna íbúana, það verður einhvern veginn að koma að því, ég svo sem veit ekki hvernig það ætti að gera það, en ég met það mjög mikilvægt að þessi hlustað á íbúa í þessum málum sem önnur og vilja þeirra fyllt hvort sem eiginlega okkur líkar betur eða er. En nógu það, ég ætlaði hins vegar inn í lið nr. 21, umhverfis- og framkvæmdaráð Múlaþing 67 undirfundur, þar undir fyrsti liður og það reyni aftur ég alltaf töðum það sama sko. En bara með leyfi forseta að þá fyrsti liður það er semst fjárhagsáætlun umhverfis- og framkvæmdasviðs 2023 og kannski með leyfi forseta ef ég les hluta á bókunin sem samþykkt þar innróma á þessum fundi, tekum undir bara legg áherslu á það, hann samþykktur innróma og það hljóðar svo, seinni hlutin á honum, ráðið beinir því jafnframt til byggðarráðs að leita leiða meðal annars með samtali við ríkisvaldið til þess að færa framkvæmdir við Safnahúsið á Egilsstöðum aftari fjárhagsáætlun sveitarfélagsins svo flýta megi framkvæmdum við grunnskólann á Seyðisfirði og björgunarmiðstöð á Djúpavogi. Sem sagt, bæði heimastjórn á Seyðisfirði og umhverfis- og framkvæmdanefnd búin að leggja þetta til samhljóma að þessu verði stefnt og þá hlýtur að verða farið í þá vinnu að leita samkomulags við ríkið. Ekki trúi því að sveitarstjórn ætla að fara í berhögg við þetta álít frá umhverfis- og framkvæmdaráði. Ég trúi því seint. Þannig að ég vildi bara leggja enn og aftur áherslu á það að kanna hvort að það sé möguleiki að flippa þessum tveim verkefnum að Safnahúsi fari aftur fyrir vegna þess að ég tel það bara einfallega ekki á eins miklu forgangi og skólabyggingin á Seyðisfirði. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur lagt í máli sínu. Ívar Karl Hafliðason, sveitarstjórnarfulltrúi, beðið að taka til máls. Gjörðu svo vel. Frú forseti, það er kannski fyrst í mál 21/9. Það er varðandi þessa bókun varðandi umsögn fiskeldið. Ég held að það sé bara mikið þess að við höfum alltaf sagt líka sko að hver stofnun hefur bara sitt ábyrgðarsvið. Nú bara þeirra umsagnar að koma. Eitthvað sem við bentum á. Það er ekki okkar að setja út á eitthvað sem tengist þrengslum. Við erum ekki umsagnaraðilar siglingaleiðir eða annað. Nú þetta bara komið fram og það er mikið í öllu skipulagsvinnu að þeir sem menn setja fram tillögu, það koma athugasemdir með veita svör. Þetta bara í því ferli. Var þetta við í sveitarstjórninni að stíga fram og segja nú sé bara komið nóg. Mér finnst bara alltaf að menn fái bara þetta ferli, fái bara þess að klára sig. Allan þannig að við fáum þá vita hvað er í þessu. Því ég er ekkert viss auðvitað gera athugasemdir þarna við ákveðna hluti, en það er ekkert búið að taka ákvörðun, það er ekkert komið niðurstaða að þetta sé svona. Þetta er bara áhyggjur, menn halda eitthvað sé og svo eftir að svara þessu. Og þegar þetta er komið, þá skulum við bara taka þessu umræðu. Var þetta 10 ára áætlunina að þá er það að ferlið, þetta var eins og þeir umsögnum við öllum nefndum. Ég veit alveg þessi bókun og ég held að það sé alveg ljóst að menn munu bara setjast yfir þetta og ræða þetta, en það er ljóst að 10 ára áætlun er líka eitthvað sem við munum ræða og sjást árlega, ef ekki oftar, hvernig við röðum saman og hvernig nákvæmlega þetta mun raðast upp. Það er ekki bara meitlaði stein í áætlunum. Það snýst líka bara hvernig eru tilbúnir framkvæmdir, hvernig við röðum fjárhæðunum upp og þannig að við höldum þessu bestir í samfellu í framkvæmdum. Þannig að þó eitthvað skilur þetta vonandi líka verið bara þannig að með áframhaldandi vexti og vonandi bættu lægri verðbólgu þá munum við líka geta hægt rólega aukið þessu upp að segja í. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason var til máli sínu, eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórisdóttir, gjörðu svo vel. Já, þetta varðar sama mál, lið 9 umsagnarbeiðni frumvarp til laga breytingu á skipulagslögum. Ég ætla að hafa þetta stutt. Ávarpa það enn og aftur hversu óþolandi það er að sveitarfélagið sé ekki með skipulagsvaldið á sinni hendi. Það er algjör meinloka í mínum huga og galli í lögunum. Staða mála í atvinnumálum á Seyðisfirði, jú, það þarf sannarlega að fjölga störfum en við þurfum líka alltaf að spyrja okkur á hvers kostnað er. Ég held að ekkert muni styrkja atvinnulífið eins mikið á Seyðisfirði eins og
Fjarðarárgöngin þegar þau koma. Þau eru stærsta hagsmunamálið okkar og munu gera okkar ágæta sveitarfélag einu atvinnu- og þjónustusvæði. Þannig að þetta er svona mínir punktar í þessu máli. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórisdóttir og lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja tjá sig undir þessum lið? Svo er ekki, þá telst fundagerðin með 20 og 21 lagðar fram til kynningar. Næst ætla ég að opna mælendaskrá undir lið 22, 23 og 24. Er að ræða fundi fjölskylduráðs Múlaþings nr. 53, fjölskylduráð Múlaþings nr. 54 og fjölskylduráð Múlaþings nr. 55. Það er fundargerðir og ég ætla að opna mælendaskrá. Einhver sem vilja taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki, þá teljast þær hér lagðar fram til kynningar. Þá erum við komin í lið nr. 25, ungmennaráð Múlaþings nr. 17. Ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið fyrir einhver sem vilja taka til máls. Svo er ekki, þá telst það hér lagt fram til kynningar. Þá erum við komin að síðasta lið þessa fundar, 27. liður skýrsla sveitarstjóra og ég ætla að gefa Birni Ingimarssyni sveitarstjóra orðið, gjörðu svo vel. Forseti og gott fundarfólk. Ég ætla þá að fara bara í stuttu máli hér yfir það helsta sem á dagana hefur drifið síðan við hittum komum saman síðast og svona það sem framundan er. Hvað varðar starfsmannamál þá eru svona reglubundir vikulegi fundir með sviðsstjórum og hafnarvörðum og eða semst á ég þessa reglubundu fundi og síðan fundum við mánaðarlega með starfsfólk í stjórnsýslu. Ég átti ágætan fund með fulltrúum Isavia og slökkviliðs Múlaþings varðandi mögulega byggingu þjónustumiðstöðvar við flugvöllinn og það samtal heldur áfram. Þetta á sig allnokkra sögu og svona bara til þess að upplýsa það að þá var hugmyndin svo að fara með starfsemi slökkviliðs og björgunarmiðstöðvar þarna á flugvallarsvæði og ná þar ákveðni samlegð með slökkvilið og björgunarsveit. Vorum að horfa jafnvel á þjónustumiðstöð eða þar að segja að áhaldahús yrði hluta þessu lík og það er eitt af því sem við erum enn að skoða. En þetta lendi í frost á sínu tíma. Ég var með að eins og ég kom hérna áðan undir öðru máli, urðu mannabreitingar, ríkismegin og þá hægist yfirleitt á svona lögum. En núna erum við að leggja áherslu og það er komin sem sagt, ef ekki segja, að það er alveg hljómgrunnu fyrir þessu. Ég held að það sé mikilvægt fyrir okkur, björgunarsveitin að horfa á þetta og við erum að horfa til því seinni líka. Að við erum ekki að sjá fyrir okkur að við munum lendi í einhverjum stórkostlegum fjárfestingum samhliða eða erfiðleikum með fjármagna þetta því við erum að losa eignir á móti sem að eru nýtta til þess að standa út kostnaði við þessa byggingu. Í næstu viku verður funda hér fyrir austan fulltrúum RARIK og þar eru fundarefnin eru tvenns konar, það er annars vegar hitaveitan á Seyðisfirði og staðamála og næstu skref þar og hins vegar þryggjafasa rafmagn og lagning þess í Berufirði. Ég hef átt fundi með fulltrúum RARIK af og til undanfarna mánuði en niðurstaðan var svo að koma hér og tækja þennan fund hér með fulltrúum sveitarstjórnar og færum að reyna að móta þessi verkefni og koma þeim á stað. Varðandi samstarfsverkefnin, það voru hundir náttúrulega aðalfundir samtaka sjávarútvegssveitarfélaga, samtaka sveitarfélaga á köldum svæðum og ársfundur Jöfnunarsjóðs í tengslum við fjármálaráðstöfun sveitarfélaga sem var haldið daginn og síðan var hafnasamband SYNG haldið Ólafsvík daginn 27. og 8. október. Það verður fundað í stjórn Ársala. Já, það hefur verið fundað í stjórn Ársala og verður fundað áfram. Við erum þá aðalega að fjalla þar framkvæmdamálið sem tengist lengjunni hér á Egilsstöðum. Það er fyrirhugaður fundur í stjórn Eignarhaldsfélags Brunabótar og síðan satt ég í gær mjög áhugaverðan upplýsingafund svo kallast HÖTT-verkefnis. Það sem er samstarfsverkefni Veðurstofu og sveitarfélaga
Austurbrú heldur utan þetta fyrir hönd sveitarfélagana og þetta er áherslana aðalega á Seyðisfjörð og þetta er umfjöllunin verkefni snýst það hvernig megi bæta bæði úrkomu og ofanflóðaspá og upplýsingaflæði til íbúa og atvinnulífs og þetta verkefni, þetta er mjög þarft að vinna þetta áfram. Við skynjum það bara núna eins og til dæmis í aðstöðus eins og við erum að upplifa þessa dagana þegar mikil úrkoma, hvaða skiptir máli að geta komið alvöru upplýsingum oftar á framfæri og beint til íbúa og það er það sem þetta verkefni snýst og ég bind vonum við að það muni skila góðu. Það er fyrirhugaður fundur næstkomandi mánudag með fulltrúum í stjórn Teigarhúss þar sem verður farið yfir stöðu mála þess verkefnis. Hvað varðar atvinnumálin, þá hefur verið í samskiptum við framkvæmdastjóra Smyrlæl, það liggur fyrir að farþega siglingar norrænu munu leggjast af á mánuðunum janúar mars á næsta ári og líka nóvember, desember, þannig að þetta verður ákveðið tekjutap fyrir höfnina. Þetta er svo sem ósvo skiljanlegt því að farþega fjöldin er bara mjög takmarkaður en hins vegar er rétt að því sé bara komið á framfæri að það liggur alveg fyrir að fraktflutningar, það mun ekki draga úr þeim menn munu halda áfram fraktflutningum og það er náttúrulega skipti verulegu máli. En þetta svo sem kemur ekkert endilega á óvart að norræna að farþega flutningandir að þeir leggist af á þessum tíma. Ég satt líka með áhugaverðan upplýsingafund varðandi stöðu fornleifa uppgraftrar á Seyðisfirði og það er nú horfur á því að því verkefni verði lokið á komandi ári. Það er margt mjög áhugavert sem að koma þar í ljós og ég hef alveg trú á því að með virku samstarfi okkar með þessum sérfræðingum sem að þessum hafi staðið þá verði hægt að skapa þarna mjög áhugaverðan áningarstað sem yrði bæði nýtalegur fyrir bæði ferða og fræðimenn á Seyðisfirði til framtíðar þannig að ég sé alveg fyrir mér að þetta sé til þess fallið að efla svona fjölbreytileikann í atvinnulífinu. Í tengslum við fjármálaráðstefnu átti ég á forseta sveitarstjórnar ágætisfund með innviðaráðherra og það er stefnt á að hann komi, það er ekki komin dagsetning á það en það er stefnt á að hann komi hingað til austur til fundar með okkur til þess að fara yfir stöðu mála og til þess að við getum líka tekið þessa umræðu samgöngumálin og þjónustuna sem hefur verið nú töluvert til umræðu hér í dag. Við munum að sjálfsögðu við vorum að horfa til þess að þessi fundur yrði sameiginlegur með ráðherra og forstjóra Vegagerðarinnar. Það liggur alveg fyrir eftir þessa bókun sem var afgreidd hér að við erum ekkert að bíða með það að fá forstjóra Vegagerðarinnar til fundar. Ég mun reyna að koma þeim fundi á sem fyrst en við munum halda áfram að reyna að fá þennan fund, fá ráðherra hinga á staðinn. Ég hef átt í töluvert samskipti við félags- og vinnumarkaðsráðuneytið í tengslum við móttöku flóttafólks frá Úkraínu og eins hef ég verið eins og kom fram hér áður í samskipti við ráðuneytið eða dómsmálaráðuneytið varðandi málefni eða sérst húsnæði lögreglu og tolls á Seyðisfirði. Varðandi menningar og menntamálin þá hef ég óskað eftir formlegum fundi með fulltrúum University of Highlands and Islands og ger ég mér vonum að það verði brugðist við því og þannig að sá fundur geti orðið sem fyrst því við þurfum að fara að koma því verkefni í ferli. Ég nú tækifærið og fagna þeirri starfsemi sem komin á stað í sláturhúsið og var nú svo þeirra ánægju annartóti að ná að sitja þarna leiksýningu og kulleginu daginn og ég hvet alla sem að hafa
Ég veit nú ekki hvort að þau eru hættir að sína þetta, ef ekki þá hveti ég ykkur til þess að nýta ykkur þetta því að þetta er vel þess virði. Þannig að þá, ef það eru 2 eftir þá er að gera að reyna að nýta sér það. Síðan er líka vekja athygli því á laugardaginn þá erum við að í rauninni svona formlega vígja nýja leikskóla í Fellabæ. Þar verður opið hús á milli 1 og 3 og ég hveti ykkur líka sem eigi þess kost að nýta ykkur það tækifæri og ná að skoða þann stað. En á lokum vil segja þetta að fjárhagsáætlun Múlaþings fyrir árin 2023 til 2026 var hér lögð fram til fyrir umræðu og eins og fram hefur komið hefur verðbólgan sem er langt umfram það sem menn sáu fyrir þau áhrif að rekstrar niðurstaðan á næsta ári verður þyngri en við hefðum kosið. Það er hins vegar mikilvægt að því sé til haga haldið að þrátt fyrir þetta þá er afkoma sveitarfélagsins mun jákvæðari eins og 3 ára áætlun sem afgreidd var fyrir tæpu ári síðan gerði ráð fyrir. Þetta segir okkur að við erum á réttri leið og að okkar samfélag mun eflast til framtíðar þrátt fyrir þær hindranir ytri aðstæður eru að skapa. Ég hef þetta þá ekki lengra en þakka fyrir mig. Við þakka sveitarstjóra Birni Ingimarssyni fyrir skýrslu sína. Þá er liður 26 lagður fram til kynningar. Fleiri mál eru ekki á dagskrá og ætlaði því að slíta þessum fundi okkar sem er hér númer 29. Takk fyrir.